Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu 21. janúar. Þetta, hvað að segja, friðsæla þriðjudagskvöld. Það engin leikur í kvöld, þannig að friður ríkir yfir landsmönnum, en það verður sjálfst læti á morgun, líkt og það voru læti í gær. En við ætlum nú að fjalla ýmsa aðra hluti og í rauninni allt annað en handboltan í kvöld, og mér til liðsinnis hér í kynningunni eru góð vinir ykkar áhorfenda og hlustenda, Gunnar Smári og Oddný Eir. Þau ætla að segja okkur frá því sem hér handan við hornið. Ef við byrjum á þér, Oddný Eir, þú ert að fjalla norðrið, það ekki? Jú. Í þessum, í kvöld. Já, við erum nú búin að vera hérna við Rauðaborðið dálítið að tala norðrið og sérstaklega í tengslum við Grænlands áhuga nýkjörins forseta Bandaríkjanna og þannig kemur ekki til að góðu svona aukin áhugi á þessum jaðarsvæðum en það tengist auðvitað líka bara áhuga Þú sér ekki að fjalla Mývatn það sem Björn Það annar norður. Jú, það nefnilega akkurat líka það að, og Grímsstaði já, áhuga stór fjárfesta á og stórfyrirtækja á einmitt okkar litla norðri og sérstaklega það á norðrinu þannig ég ræði við í fjárfestingum, þannig að við erum komin svolítið á sama í gamla nýlendu hlutverkið aftur núna. Er nokkur að kaupa Hverfjall? Hverfjall, ég bara vona nú ekki. Nei, ég vona ekki. Þá myndir þú nú setja upp mótmælaspjaldið ekki? Já, heldur betur. En ég talaði við Hlyn Hallsson frá Akureyri einmitt. Hann var í mörg ár forstjóri Listasafns Akureyrar, er núna sýningarstjóri ásamt Daríu Sól Andrjús sýningar sem opnað í Norræna húsinu á laugardaginn sem heitir þetta norðrið og þar sem að koma saman listamenn, myndlistafólk frá norðlægum jaðarsvæðum. Það eru samar og inúítar, þetta eru frumbyggjar, maður veit aldrei hvað svona rétta orðið alveg núna, en hann það eru frumbyggjar þessara svæða og frá Síberíu og Kanada og einn Íslendingur frá Ísafirði sem býr á Ísafirði og þannig að við ræðum svona, ætlum að ræða bara mikilvægi þess að beina sjónum að þessum svæðum. Harðnandi átökum auðlindir jaðarsvæða eða hvað? Já. Meðal annars og bara listina, út frá listinni því það ofta ágætt að nálgast þessar stóru spurningar út frá listinni virðist vera. Já, einmitt, áhugavert. Og Gunnar Smári, þú ætlar nú eitthvað að leggja eitthvað fram eins og vanlega? Já, ég ætla að hringja norður til Akureyrar og tengi svolítið list að Ásgeir H. Ingólfsson, skáld og menningarblaðamaður sem hefur nú lengi dvalið í Prag og sem að margir þekkja og kannast við, hefur verið með pistla og skrif víða og verið haldið út í vef sem heitir Menningarsmygl. Hann með viðburð á laugardaginn og ég rakst bara á þetta á Facebook og það sem svo sláandi að það sem hann að kynna viðburðin þá skrifaði hann svona: labbaði út með dauðadóm á bakinu síðasta þriðjudag, búin að fá niðurstöður varðandi krabbann, örið á vélindanu hefur búið til svo mikið mein á lifrinni að þeir segja þetta ekki meðferðartækt, vikur, mögulega mánuður eftir. Og mér fannst þetta bara svo sérstakt að ég hringdi í Ásgeir og ætla að spila hér viðtali við hann seinni þættinum sem að fjalla náttúrulega dauðan og eins og oft gerist að fólk nálgast dauðan að þá hugsa það mest lífið og hann tekur þessi ákvörðun þegar hann að labba út með dauðadóm að efna til svona menningaveislu, gera upp svona það sem hann hefur verið að hugsa og starfa. Þetta svona eins konar erfðaskrá þar sem að svo týnir kannski til þeir sem hafa eitt ævinni í að safna einhverjum auð eða eignum, gera það upp, telja debit og kredit. En hann hefur ekki verið á þeim buxunum í sínu lífi, heldur verið að reyna að lifa einhverju menningarlífi og innra lífi og þannig að hans hugmynd að náðu svo svona einhvern veginn saman. Hann hefur verið náttúrulega rithöfundur og skáld og svona mikill ötull fréttaritari frá menningarblaðamaður. Já, menningarblaðamaður og gefur manni svona virkilega góða innsýn í það sem að gerast í
til dæmis í menningunni svona þetta framsækna menningarlíf í Tékklandi í kvikmyndunum og bókmyndunum. Það var hérna með menningarsmygls innskot inn í samstöðuna fyrir einhverju síðan, svona frumbýlisárum hennar. Já. Og hefur verið víða við. Þetta náttúrulega merkilegt samtal og það náttúrulega svona áhugavert þegar fólk gefur okkur færi á að spjalla svona hluti. Þetta náttúrulega, hann ekki utan þetta. Ef hann upplifir að hann eigi bara nokkra vikur eftir. Og í hans huga sem sagt dauðinn alls ekki tabú, heldur eitthvað sem að honum líður betur að ræða eða Já, þú náttúrulega skrifaði bókum þú kannski að segja með þetta. Málið að hann hélt að hann var með brákur rifbein í lok nóvember og var að fá þessar fréttir núna. Þannig að við getum alveg hort á þetta úr ykkur fjarska og sagt að kannski hefur hann bara ekki gett sig grein fyrir hvað í þessu liggur. En hann, og svo það náttúrulega líka þannig að kannski gera okkur aldrei grein fyrir í hvað dauðanum felst. Þannig að það skiptir svo mikið máli. Það ekki þannig að einhver hafi það á reynu, hvað það er. En hann var nú bara mjög hressverði, get ég vitnað, því hann leiðbeindi mér Prag fyrir ekki svo löngu síðan og við meðlis að spiluðum blag, kostuðum svarta hattinum mínum á milli, svona eins og blag í sandi, að því það er búið að koma blagvelli í miðri borginni, sandblaki, þannig að hann var mjög hress og þannig að það er ekkert skrýtlan að við ekkert átt að sjá og kannski. Og eitt af því sem ég læriði við ritun bókarinnar dauðan, það var að ekkert er rauninni verra fyrir annarkvort hinna deyjandi eða aðstandendur hinna deyjandi ef fólk lætur bara eins og það sé ekkert að gerast. Þannig að mér dettur alveg í huga að þetta sé honum til góða og náttúrulega verður. En hann er ekki að kveðja og þakka fyrir sig. Hann hefur trú að gerist eitthvað kraftverk. Hann hefur trú á kraftverk. Já, og ég held að hann upplifið það að hann svona ákvað þetta í svona bríari eins og sættir að gera þetta. Okay. En svo þroskast þetta og það eru fleiri sem að vilja koma og taka þátt í þessu og hann upplifir þetta sem eitthvað svona að jáfnvel geti verið í þessum verknaði. Einhver galdur sem að geti opna von. Einmitt. Þannig að þetta er líf og dauði og listin. Þau eru bara mörg kraftverk. Líka merkilegt að því að hvernig hann stillir sér upp svona, hvernig maður gerir upp lífið þegar maður hefur ekki verið getur ekki bent á eigninnar þótt að við vitum öll að maður eigi ekki að safna því sem hvað er ekki rið og mölur getur grandað. Þá erum við kannski ekkert svo góð í því að gera upp líf okkar svona hvað við til hvers var lifað og mér finnst hann vera svolítið að reyna að svara því og hann svara því eins og því miður svo margir að maður horfir ekki á hvað maður mistök maður gerði, heldur horfir mér á það sem maður hefði átt að gera. Þannig að sumuleyti er þetta líka bara óður til þess að lifa lífinu meðan við höfum það í skammar stund að láni. Hljómar lærdómsríkt og áhugavert og kannski átakanlegt en Ég er með meira, ég fæ tvo menn í heimsókn Rauðaborðinu og þeir eru eiga báðir litubörn, brúnbörn. Snorri Sturluson sem er kvikmyndagerðarmaður og Tryggvi Skeving Thorsteinsson sem eru að ræða svona reynslu sína og barnanna sinna kannski fyrst og fremst svona skólakerfinu og hvað það er svona vanbúið því að taka á rasisma og svona hvar sú barátta er stödd svona kannski í samanburði við kvennabaráttuna eða baráttu samkynniðra og annað slíkt þar sem eru kannski til svona þekkt viðbrögð á meðan að það virðist ekki vera þannig í skólakerfinu að þessu ykkur viðbrögð hvernig að bregðast við svona rasisma. Má ég spyrja, er sérstakt tilefni fyrir þessa umræðu? Gerðist eitthvað? Ég fekk þá til mín fyrir svona rúmu ári síðan og ég man að börnin hans Tryggva eru yngri og hann hafði þá verið í einhverju svona baráttu inn í skólanum að þeir tekið alvarlega einhvern veginn svona það bæði svona það ofbeldi sem að drengurinn hans verið fyrir sem eru þú veist rakirðan og hæðan með orðum
en líka þetta svona óorðað áreiti svona, og líka svona fyrirbrigði eins og fólk þekkir úr kvennabaráttunni eins og glerþak og svona það ekki bara reikna með þér sko að þú ert ekki sjálfgefin sem svona valkostur þegar á að velja í, ég segi ekki liði íþróttum en eða svo í svona eitthvað og mér langar bara að heyra í þeim aftur og meðal annars vegna þess að ég sá það á dagskráni að Árni ætlar að tala sálfræðing kynþáttafordóma í næstu viku og mér datt í hug hvort að það væri kannski komin tími til þess að taka smá sirpa þessu en ég hafði líka heyrt í Tryggva og hann var ekki eins svona bjartsýnn núna hann hafði verið með mál sem hann vísaði til skóla og frístundasviðs og fengi mjög svona fannst honum skrítin svör sviðið kaus að svona standa með skólanum þar sem hann var eiginlega benda á og telur sig ekki alveg sínt fram á það að drengurinn hans nýtur ekki alveg hann fær ekki sömu meðferð og aðrir. Það svolítið merkilegt að skuli ekki vera neini svona fundir haldnir á vegum skólana eða ég hef ekki allavega fengið boð slíkt þar sem er kannski bara verið að ræða við foreldra viðbrögð og orðræðu og hvernig á að tækla umræðu svona rasisma allumis, rasíska umræðu og rasísku ummæli. Þetta verið ekkert verið. Það hefur verið kannski fundir símanotkun og ofbeldi og annað en ég hef allavega ekki séð þetta mikið svona í umræðinni núna. Þetta er komið skammt á veg þegar þið nefndi þarna kvennabaráttuna að það var náttúrulega rekið áfram af öflugri kvennahreyfingu og barátta samkynhneigðra er rekin áfram af öflugri hreyfingu sem að skólanir til dæmis hafa sagt svona já, ég meina við vitum ekki alveg hvað getið þið sagt okkur hvað við erum að gera en varðandi rasisma þá er ekki til samtök brúnna barna sem að geta sagt skólanum og það sem að skólinn virðist ekki hafa svona innri kveikju að segja já, þetta er eitthvað sem við verðum að taka til sem er alveg örugglega stóra mannréttindabaráttan okkar núna er innflytjendur og útlendinga og flóttafólk svo í staði bara við áttum kvennahreyfinguna og samkynhneigðra og ef við ættum að bera eitthvað svona saman hvað væri svona stóra verkefni í dag þá myndi ég halda að vera þannig en mér finnst einhvern veginn eins og svona kerfin séu að bíða til að segja svona ítt í þau eða hnift í þau Og hvert leita maður? Það kannski stundum koma svona svolítið flottir fjölmenningar póstar frá Borgarbókasafninu í tilefni af einhver svona viðburðum og svo kannski hjá borginni, ég veit það ekki, er einhver síða þar sem maður getur farið til þess að kynna sér einmitt orðanotkun, þú veit, af hverju er sagt brún börn en ekki svört eða hvers konar, hvað er talið vera svona besta Ég get lagt á borðið að eftir að ég skrifaði þarna bókina spillinguna í fyrra þá fékk ég rosalega mikil viðbrögð frá mörgu fólki og sumir voru nú kannski ekki alveg með munin á spillingu og mismunun á spillingu og mismunun á hreinu en ég fékk 3 símtöl frá einni konu og 2 feðrum öllum á höfuðborgarsvæðinu þar sem þeir vildu segja mér sögur af því að börn þeirra með litaðan húðlit fengju ekki sömu ágreiðslu og hvítir krakkar í íslensku grunnskólakerfi. Þannig að eitthvað er nú í gangi. Og ég vona að við náum samtalinu að því að það er miklar samfélagsbreytingar sem við erum að gangi í gegnum með fjölgun innflytjenda og ekki með fólk frá öðrum heimslutum, öðrum menningarheimum eins og Bjarni Benediktsson var að tala að það væri vandamálið að þessum koma að við myndum geta talað hvíti meirilutin, hann er vandamálið það eru fordómandir hans fólk kemur ekki með rasisma með sér þeir sem eru brúnir á litin rasismin er heimasóðinn af hvíta fólki og við sem erum alin upp í slíku samfélagi erum náttúrulega gegnsýrð af alls konar fordómum við erum ekki bara með fordóma gagnvart lituðu fólki eða
ungur stúlkum með höfuklúta eða við erum líka með fulla fordómu gagnvart fötluðu fólki og spastísku fólki, fólk sem með talar á annan hátt, fólk sem fengið heila blóðfall og erfiðleikum með að mæla, við erum með fordómu gagnvart því og þykist ekki heyra hvað það segir og finnst það bara óviðkunnarlegt þannig að ef þú elst upp í þessu samfélagi sem að ég ólst upp í og þið líka að þá kemur með út í fullorðinsárin bara ótrúlega fordóma gagnvart öllum sköpum hlutum sem og það er eins og viðmiðunin sé einhvert fyrirbrigði sem er ekki til einhver sem ekki með neitt til engum minnihluta ekki alveg upp í fátækt, ekki alkohólisti, ekki brúnn eða ekki samkynhneigður eða eitthvað, þannig að þú tækir það ef við tækjum okkur öll saman einhvern tímann sagði ég það að það voru 3 ástæður fyrir að ég hefði verið settur í útrýmingabúðirnar á sínum tíma að ég er sósíalisti, ég er alkohólisti og ég er hlóðaveikur, þetta er allt fólk sem var hendi í útrýmingabúðirnar þannig að ef við tækjum, við öll gangast við því hver við erum þá er þessi sem er með engin merki á sér hann er kannski ekki til eða þessu kannski 14 en á hverju er þá öll umræðan og menningin eins og við sjöum öll þannig þannig að einhverju leyti held ég að sé maður er gaman ef okkur tækist einhvern veginn í samfélaginu að tala það hvernig við getum losað okkur við alla fordóma og fleira sem heldur niðri fólki, heldur niðri samfélaginu okkur og eyðileggur okkur sjálf. Talandi ofríki hins hvíta manns og rasisma þá leiðir þetta hugan að mínu framlagi í þættinum í kvöld sem er fjölmiðla umræða og þar hef ég leik á því að spyrja nokkra valin kunna blaðamenn út í hvernig við sjáum fyrir okkur að endurkjör Trump hvort það hafi einhver áhrif á hvernig heimurinn hugsar í gegnum fjölmiðlana og í gegnum þessi skilaboð, í gegnum þessar upplýsingar sem við munum fá núna linnulaust af skoðunum hans næstu 4 ár og hann fór nú ekkert mjög vel af stað fannst manni við í innsetningaræðu sinni í gærkvöld. Nei, ég hef eftir að horfa á hana en maður skilst að hún sé svona bara margir tímamót í hryllingi og einmitt það er alveg sama hvað mannum finnst það sem þessi maður segir að við vitum að hann mun fá mikla athygli og að hans málflutningur mun vera mikið í fréttum þannig að það einhvern hátt mun hafa mikil áhrif þannig að við þurfum einhvern veginn að beita okkur til að hafa svona okkar hugsun í lagi til þess að geta svarað honum einhvern veginn, til að geta svarað þessari að þetta verður bara held ég svo mikið áreiti. Sko þau koma Gunnhildur Gunnarsdóttir Jón Ferdinand Esterarsson Guðmundur Gunnarsson og ég ætla að fá þig líka Smári til þess að sitja eftir og það nefnilega kemur held ég á daginn í þessu spjalli að sko við erum að mörgu leyti að horfa að við stöndum á ansi miklum tímamótum og sko ritstýring og yfirleitt bara stýring upplýsinga, hún er náttúrulega mörgu leyti veikari það er því er haldið fram að bara í dag hafi orðið hnignun á Instagram að þar sé ritskoðun í dag sem að menn rekja mögulega til endurkjörs Trump í gær og þetta eru mjög svona viðsjárverðir tímar og ég ætla líka að ræða við þessa blaðamenn aðstöðumun fjölmiðla og hvort við erum að styðja við fjölmiðla í samræmi við það hvernig við tölum fjölmiðla og mikilvægi fjölmiðla upplifir þú til dæmis að þessi tyllidaga umræða fjórða valdið og hornstein lýðræðisins finnst þér að það sé hlúð að fjölmiðlum í samræmi við fögru orðin? Nei, það er alveg ábyggilegt held ég. Það er ekki svona maður finnur ekki beinlínis fyrir því ekki jafnvel í umræðu sko stjórnmálafólks í kosningabarátunni. Það var ekkert mikil áhersla á það að styðja við óháð eða fjölmiðlun. Var það nokkuð? Það kom ekkert eitthvað sem
það var ekkert kosningalóforð. Nei, þetta sko, það allir að tipla á tánum í kringum þetta viðfangsefni á sama tíma og það virðist vera einhvers konar sátt það að þeir skuli ekki ríkisstyrktir, ekki nema ríkisútvarpið og fyrir utan þessa fjölmiðlastyrki þar sem að þeir fá langmest sem eru öflugast fyrir. Þannig að þetta náttúrulega alveg út í hött. En já, bara þörf umræða, greinlega. Algjörlega. Takk fyrir að koma hér og kynna ykkar efni með mér. Ég heiti sjálfur Björn Þorláksson og ég ætla að minna ykkur hlustendur og áhorfendur góðir á það að þessi stöð, hún lifir ekki á loftinu einu saman. Við erum afskaplega þakklát ykkar mikla stuðningi. Ég hef oft nefnt það að ég fer ekki í sund eða göngutúr nú orðið án þess að einhver stoppi mig og við fáum mikið hrós hér fyrir dagskrárgerðina en við lifum ekki á því einu. Það hnappur á vefnum samstöðin.is þar sem ástendur áskrift og mjög mörg ykkar hafi valið að styrkja okkur með mánaðarlegu framlagi sem aðeins krónur 2500. Þið getið lagt meira mörgum ef þið eruð aflögufær en við erum mjög þakklát fyrir þennan stuðning og viljum minna ykkur á það. Einnig gott að þið hafið í huga að ef ykkur líkar okkar efni þá geti verið góð hugmynd að þið hnippið í annað fólk sem ekki veit að við erum til. Við erum út allt, við erum útvarpsstöð, við erum sjónvarpsstöð, 5 á símanum, við erum á mörgum hlaðvarpsveitum og við erum ansi mikið í umræðinni, höfum við rekið okkur á. En nóg þetta í bili, hér eftir andartak hefst dagskráin í kvöld hjá okkur á bitastæðri fjölmiðla umræðu. Örstutt skilaboð ekki fara langt. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarftan að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komiði sæl og blessuð. Hér næstu klukkustundina eða svo ætlum við að ræða stöðu fjölmiðlunar og fréttamennsku. Við ætlum að velta fyrir okkur endurkjöri Trump á upplýsingar og við ætlum að skoða aðstæður fjölmiðla hérna heima fyrir, samband stjórnmála og fréttamennsku og velta því upp hvort nú eru erfiðari tímar fyrir blaðamennskuna en dálítið skeið. Nú, viðmælendur mínir hér eru á ýmsum aldri og koma svona, eru með sumpart ólíka reynslu. Jón Ferdinand Esterason, þú ert okkar yngstur. Hvað ertu, 33 ára gamall? Já, ég svona sjaldséður úlingur. Í blaðamennsku? Já, það hefur svolítið vantað sko nýliðun hefur manni fundist og maður hefur heyrt að jafnaldra þínu þeir leiti miklu meira í almannatengsl heldur en blaðamennsku. Já, virðist vera einhvern veginn beinni leið möguleg þar heldur en áður og offrambóða þeim störfum hjá hinu opera og fyrirtækjum núna, þannig að það bara auðveldara heldur en að harka þetta í blaðamennskunni sko. Já, en þú ert svona harkari frílansblaðamaður, þú er unnið á Heimildinni, þú er verið hér á Samstöðinni og þinn draumur að lifa blaðamennsku, ekki satt? Já, bara svona að geta rannsakað samfélagi sko, hvort sem það er akademískt, blaðamennsku, sjálfstæðsstarfandi, hvað svo sem það er. Sagnfræði grunnur. Já, öll er til, því miður. Það er svona minn djöfull að draga sko. Já. Og Anna Gunnhildur Gunnarsdóttir. Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir. Fyrirgefðu, ég meinti það. Áður en ég bókaði þig, þá vissi ég ekki að þú ættir afmæli. Já,
og mér finnst ég bara þurfa að nefna það hér þetta rauða borð. Já, óska mig til hamingju. Já, til hamingju með afmælið. Takk fyrir til hamingju með dag. Ég er rosalega ánægð með þetta. Það hefði nú verið alveg lágmarkið að ég færi rétt með nafnið þig. En svona getur þetta verið. En ég er einmitt eina þessum sem hefur færst úr blaðamennsku í almannatengsl og verið svona, ég sveiflast svona á milli, bæði verið í blaðamennskunni og færið svo í almannatengslinu aftur í blaðamennsku og svo í almannatengsl. Ég hafði gert þetta samhliða sem er nú eiginlega sér íslenskt. Hvort er nú skemmtilegar að vera blaðamaður eða almannatengill? Ég hef nú oft lýst þess að þetta er pínu, þetta er sami fótboltaleikur og það er náttúrulega sömu grunnreglu sem gilda, en þetta er eiginlega eins og að vera sóknamaður sem blaðamaður eða í vörn í almannatengslunum og það er náttúrulega skemmtilegar að skora. Þetta fannst mér rómantísk líkingja þér. Já, veist það góð. Guðmundur Gunnarsson, við þekkjumst nú frá fornri tíð, við vorum lengi í blaðamennskunni fyrir norðan, þú varst fréttamaður á Ríkisútvarpinu á Akureyri og komst þú hingað suður, þú hefur verið ritstjóri markaðarins á fréttablaðinu. Fyrst þú sjónvars og viðar sko. Akkurat sko. Meðan blaðamennskunni naut við. En ert núna komin yfir í hvað? Starfsmannahóp Viðreisnar? Já, ég er framkvæmdastjóri þingflokks Viðreisnar. Já, akkurat. Ákveðin miðlun sem að fyrir framfæra líka þó hún sé sannlega undir einhverjum merkjum. Já, þetta er einmitt þessi sveifla sem að verður í fjölmiðlunum oft. Þú ert í annarkvort blaðamaður og svo jafnvel ferð út í pólitíkin eða almannatengslina og svo eru leiðir tilbaka líka. Sem er nú kannski ekki endilega alltaf æskilegt en hefur oftast gengið vel hér. En þið tvö með mikla reynslu en samt sennilega er þú nú enn reyndari Gunnar Smári Egilsson. Ég nýt þess bara að vera eldri. Já, þú nýtir þess og þú hefur marga fjörna sopið í fjölmiðlum. Ég var eitthvað að því að voru að nefna aldur og Jón Ferdinand var unglingur. Ég man ekki hvað ég var gamall þegar ég byrjuði í blaðamennsku. Ég held ég að verið samt ekkert ungur, ég held að það ekkert verið þótt ungt á þeim tíma sko, ég var 24 líklega. Já. Og það var óvart og löngsaga sem ég nefnir ekki að segja hér, en ég var mjög heillaður að þessu á ýmsum ástæðum og kannski fyrst og fremst þessum að kannski Jón Ferdinand er að vísa til að þetta er svona tækifæri til þess að rannsaka samfélagið. Maður fær svona, ég hef stundum sagt að við yngri blaðamenn að maður fær svona lykil af samfélaginu sem að maður getur notað. Ég get hringt í þig og spurt bara allt í nafni þess að ég sé blaðamaður en ég get það ekki sem bara ég. Það er bara að skella á mig eða klaga mig eða eitthvað. Og það er það sem ég heillaði það. Það er nú oft skellt á blaðamenn samt. Jú, en þú veist svona að maður getur og maður hittir fólk líka á hvað tengslanlegt sem fylgir. Alls konar á sigurstundum og sorgarstundum og þannig að maður, þetta er ótrúlegt svona forréttindi að fá að vera blaðamaður sem að, og ég náði mér aldrei og var að hugsa, þú veist, ég var náttúrulega formaður S.A.H. einsunni og notaði sko blaðamennsku svona, kannski var það PR-mennska, ég veit það ekki. Þú bóðar að við myndum ræða Trump 2016 þegar hann var kosinn að þá var ég, man ekki hvað ég var stattur í lífinu en ég upplifði það svona að allir blaðamenn hljóta núna að velta fyrir sig býtu hvað gerðist eiginlega og ég las svolítið svona bandaríska blaðamenn og það hefur orðið svona, þeir voru náttúrulega margir að hrekjast bara út úr svona kirkjónum, út úr stóru blöðunum sem að voru að draga saman seglinn og fjölmiðlarnir í mikilli varnarbaráttu og minna rými fyrir svona, sem við stundum kalla svona rannsókn og blaðamennsku svona sem er kannski ekki alveg rétt, þetta er bara svona blaðamennska sem er á sjónarhorni almennings, ég myndi kalla þetta bara svona lýðræðisvædda blaðamennsku sem að reis upp kannski á 7. og 7. áratugnum í okkar heimi bara út af vexti blaðan og það er önnur saga sem ég ætla ekki að horfa í. En ég upplifði kjör hans svona eins og dómkirkjunnar væru bara hundar og við sem blaðamenn yrðum eiginlega bara endurskoða hver við værum bæði svona persónulega og líka
hvað fjölmiðlarnir getur gert að kirkjurnar eru farnar sko og það mun aldrei koma aftur. Predikunarstólinn sem okkur var eiginlega gefinn, hann ekki svo samur og það ekki þannig að við lifum í samfélaginu sem að sé ykkur ein miðji og allir sættist á það. Þannig að við þurfum einhvern veginn að finna út hvað við gerum í blaðamennsku og það voru margir af þessum Bandaríkjamönnum sem orðu þetta svona næstu eins og nú ferum maður bara upp í Greyhound og keyrir bara eitthvað út í og finnur aftur jarðsamband við því að við á austurströndinni eitthvað, við erum bara ekki í tengslu við þessa þjóð sko. Þetta kom fólki svo óvart og hvað var sem að dreif lýðræðið áfram að þau fóru þangað. Ég hugsaði þetta svolítið öðruvísi og hugsaði þessi svo þessi svona hugmynd og ég hef búin að vera í því í mann ekki hvað mörg ár svona reyna að breyta samfélaginu með því að kasta inn upplýsingum upplýsingar og þetta hefur aldrei virkað sko því að það bara völdin í samfélaginu í höndunum á einhverjum sem bara fara með upplýsingar eins og þau vilja þannig að svona tveimur mánuði seinna að þá breyti ég síðu sem ég var með á Facebook og kallaði hana Sólstaflokkur Íslands og þannig að það var eiginlega svona ákvörðun að blaðamaður sem ætlar að fara og vera bara með öðruvísi stöðu, nota fjölmiðlana eða blaðamennskuna en vera með svona annað erindi heldur en að þykjast að vera hlutlaus í samfélagi sem að býður ekki upp á það því að þú ert hlutlaus í samfélagi þar sem að völdin eru í höndum svona tiltekinna valdast þetta þá ertu náttúrulega ekki hlutlaus, þá ertu bara að þjóna valdinu. Já. Þannig að þá Trump ákveðin örlega valdur í... Ég ætli að nefndi þetta á hann, það var ég, þú veist að því að ég var frammi að sinna svolítið öðru og ég fór að hugsa aldur þegar hann var að tala og svo nefndi ykkur Trump og þannig að ég var eiginlega bara að búa til þetta samhengi núna. Já, þetta áhugavert. Sko, ef við flettum upp skilgreiningum á blaðamennsku, hvernig hann hafi hafist, þá eru margar heimildir sem að telja að fyrstu merkinum blaðamennsku séu frá 59 fyrir Krist á meðal Rómverja og þá voru menn fyrst í því kerfisbundið að taka svona búta á ræðum sem að höfðingjarnir fluttu í Róm og þeir hengdu upp svona helstinn úr ræðunum á torgum, upp á vegg, á fjölmennum stöðum og þetta var svona einhvers konar ritstýring og einhvers konar val á efni sem þarna var hengt upp. Ansi langt síðan það var mjög margir íslenski blaðamenn þeir tala gullöld blaðamennskunar fyrir svona 20, 30, 40 árum þá hefði hún átt stað til dæmis Sigmundur Ernir, sá reyndi maður hann skrifaði bók blaðamennsku sem kom út í fyrra og hann talar og hann talar gullöld blaðamennskunar og þá verið að tala sko þegar fjölmiðlum var að fjölga þegar Stöð 2 kemur og veitir RÚV samkeppni það koma frjálsar útvarpsstöðvar það eru mörg hundruð blaðamenn að störfum í ólíkum miðlum þessi maður þarna Gunnar Smári hann bjó til nokkra þeirra ég var að vinna á NFS þar sem var verið að sko búa til fréttir og miðla þeim út allan sólarhringinn stórkostlega gaman allir mjög þreytir á þeim tíma en óbáslega spennandi en sko blaðamennskan hefur verið þú talar sóknabolta en það má kannski segja að annarkvort hafi starfsaðstæður blaðamennskunar leitt til þess að það er svona fleiri að spila vörn núna finnst mér innan blaðamennskunar heldur en sókn og svo hefur svona þessi hefðbundna blaðamennska eins og Gunnar Smári að tala þetta með sko hlutleysið að hér á landi finnst mér ég sjá þess merki að þessi polariseraðri fjölmiðlun núna heldur en var kannski einhverju skötulíki kannski var þetta alltaf polariserað en menn eru svona allar búin að kasta grímunni töluvert mikið sem kannski ágætt þannig að mér langar til þess að fá ykkur aðeins til þess að ræða þetta en áður en við förum þangað þá sko bara í dag berast fregnir af því og fyrrverandi þingmenn að tala það að Instagram sé komið með ritskoðun bara síðan Trump endurkjörinn í gær menn sjá bara hnignandi merki bara á einum sólarhring og við vitum náttúrulega þið þekkið þessa umræðu með bjögun upplýsinga á samfélagsmiðlunum við vitum að Facebook ekki lengur Meta ekki lengur með fact-check eins og var að gera og við vitum að það hefur ekki farið vel fyrir sjálfstæðum fjölmiðlum sem að hafa veitt Trump aðhald hann bara aðeins endurkomu Trump á forystustóli og hvað það þýðir ef við byrjum á þér, Jón Ferdinand Já, það var svolítið áberandi á innsetningar athöfninni myndir að fara mjög víða held ég að vera fyrsta bekk þar
Elon Musk, forstjóri Google sem ég man ekki lengur hvað heitir, en hlið hans Jeff Bezos og svo þarna Mark Zuckerberg, Meta eigandinn. Allir helstu mógúlar nýja einokunar markaðarins sem eru samfélagsmiðlarnir, einokun samfélagstorgana í rauninni. Þeir eru allir fremstir á bekk. Af hverju? Jú, af því að þeir sjá tækifæri í Trump til þess að liðka fyrir sínum fyrirtækjum og til þess að gera það þá daraði þeir náttúrulega bara beint við hann. Zuckerberg tilkynir stuttu fyrir innsetningar aðtefnina. Hann náttúrulega bara fara aftur í rætur Facebook, eins og hann orðaði það, sem í rauninni bara það að aflétta öllum svona fact-checker, staðrenda, vaktar fyrirbærum. Og hverjum kemur það vel? Já, og það sem fylgir með því nefnilega, sko, þetta undir rós, það segir, þetta náttúrulega, við ætlum að leiða aftur málfrelsið, en það sem að kemur svo í ljós í mörgum þessum skilmálum sem voru kynntir fyrir starfsmönnum Meta, að það alls konar hatursorðræða sem að má aftur deila á Facebook, og það í rauninni bara mjög augljóslega, bersýnilega gert til þess að, sko, smjaðra fyrir Trump, sko, sem náttúrulega sannfæranlegur þegar maður strýkur honum eftir rétta háralaginu, sem náttúrulega fyrir það fyrsta áhugjefni upp á bara alþjóðastjórnmálin, sko, þú veist, allir sem að hrósonum, þeir fá bara svona eitthvað punkt í dálkinn fyrir að vera, aðdáendur. Ég ætla allar að tala að hárlínan á honum var áhugjefni. Já, ég meina, það er eitthvað svona pönn í þessu sem að má fara með, sko, en þannig er vandinn, sko, þetta hefur alltaf verið rétt, það er bein lína á milli þeirra sem eiga fjármagnið og þeirra sem að sitja við völd, það er bara lobbyistar og hagsmunasamtök og allt þetta sem við vitum bara frá fornri tíð. En þetta held ég orðið bara naktara og grímulausara í dag, og það sem Trump sýnir eiginlega bara langmest, sko. Já, ég held bara að athygli fólks komin svo víða, og að því varst að tala að blaðamenn væri ekki endilega lengur í sókn. Jú, þessi eini sem eftir, þetta svolítið svoleiðis, hann að hlaupa þarna en hann nær orðið svo lítilli athygli. Það bara upplýsingar flæða út allt og þú gerir enga grein fyrir hvað rétt, hvað rangt, og svo blaðamaðurinn hefur það lítinn tíma sem hann hleypur að hann veit ekki hvort hann á að skora með vinstri eða hægri eða hvernig eða hvað hann á að nota, og þannig að það verður allt svo blörrað og þú treystir engu þegar þú ert sem lesandi, þú veist ekki hvað þú ert með í höndunum, hvort það sé sannindi í því sem þú lest eða hvort þetta sé bara unnið að gervigreind eða hvernig, og í þessu andrúmi sem núna, og þetta náttúrulega búið að þróast í ekki langan tíma, kannski 15 ár bara með samfélagsmiðlum, þar sem að maður einhvern veginn veit að bara fjölskyldan sest ekkit í sama sófan til þess að horfa á sama efnið, og við fylgjum ekki endilega eftir einn og sömu fréttinni, heldur eru bara allir að horfa á eitthvað, að þá svo mikið upplýsingaóreiða að Trump nær bara koma upp í þessu og flikja fólki á bakvið það bara, getum við haft 2 kyn? Já. Getum við bara sleppt þessu loftslags? Já. Getum við aftur sett bensín á bílinn okkar? Já takk. Þú veist, fólk bara getum við fengið bara einfaldleikan sem við þekktum, af því að fólk skilur ekki alveg veruleikun, og fjölmiðlarnir eiginlega bara svona Olían okkar fljótandi gull, sagðan í dag, og sko hann að taka áratugi núna Já, hann bara að sparka okkur aftur í eitthvað þar sem við skildum, en í rauninni það bara þessi óróleiki fólki að það skilur ekki alveg hvernig samfélagi á að þróast og hvernig við eigum að halda í gildin okkar og síðan, þannig að við þurfum að fara aftur til þess að komast aftur fram, og að fara aftur bara ótrúlega bara ógnvekjandi fyrir marga, aðalega mörg, ekki svo kannski fyrir alla kalla, þeir skilja hvað hlutverk þeir, og svo það verður svona 2 kyn og þitt hlutverk gjör svo vel, og það svona verið að setja okkur aftur í skiljanlegt form fyrir massan. Já, heldurðu líka að það hafi ekki áhrif á viðhorf almennings til okkar sem þó eru ennþá eftir sem blaðamenn í stéttinni, hvað sko ráðamenn eins og Trump hafa grafið rosalega undan hlutverki blaðamenn? Jú, og handtalar af almennri skynsemi, sem ekki endilega almenn skynsemi, og hann notar bara aflsi til þess að grafa undan, og maður hugsaður, það væri bara flott eða það væri ekki ritskoðun, en þá gleymist að undir niður einhver algoritmi, þannig að maður bara bara eins og einhver trjónuhestur sem maður sér bara eitthvað smá punkt og svo maður bara leitur áfram þennan veg, sko. Þannig að maður fær bara það sama fyrir sig.
Sjónum með þetta, Guðmundur? Já, ég sko varandi þetta Trump sko, fyrir að fyrsta, mér finnst það dálítið átak að fylgjast með þessu og reyna að halda þræði í fyrsta lagi vegna þess að ég persónulega hef afskaplega lítinn áhuga á Bandaríkjunum og bandarískri menningu, mér finnst bandarískri menning ekkert sérstaklega áhugaverð, hún kemist sennilega ekki á topp 80 lista yfir áhugaverðstu lönd í heiminum ef ég ætti að raða því upp en hina röndina að því að þetta náttúrulega valda mesta embætti í heiminum líklegast eitt af þeim allavega og þarna einhvern veginn það sem að gerast þarna bara eins og þetta horfið mér þarna bara virkur í athugasemdum holdkerfingur þess að vera virkur í athugasemdum orðin valdamesti maður í heimi og með allt sem að því fylgir það finnst mér eitthvað sem ég verð að vera meðvitaður og fylgjast með en í hinaröndina þá svona, ég veit ekki alveg hvert þetta að fara að leiða okkur eða hversu ógnvekjandi þetta Já, ég skil að allt sem hann segir sem yfirleitt svona eitthvað svona galgópaháttur eins og virkir í athugasemdum en svo kannski hvað á bakvið það, þú veist, hvað á bakvið þetta þessar Grænlands yfirlýsingar þetta einfallega til þess að hreyfa við okkur til þess að fá okkur til þess að nálgast hlutin á annan hátt eða eru gjörðir þarna bakvið ég næ einhvern veginn aldrei að átta mig almennilega á því með þessa fígúru, því þetta náttúrulega ekkert annað en fígúra, eitthvað stára bakvið fígúruna maður, hvort að þetta bara eitthvað svona til þess að þyrla upp ryki, til þess að fá á stað einhverja umræðu, til að færa einhverja víglínur, eða hvort að þessu fylgja gjörðir. Og við tölum til dæmis núna þessi yfirvofandi tollastríð sem hann hefur verið að boða og hann segir alltaf eitthvað hér, en gjörðirnar eru síðan alltaf aðeins aftar. Hann strax aðeins farin að draga í land með boða tollastríð eða loka einhverjum landamærum eða draga einhverja víglínur. Hann segir alltaf aðeins meira heldur en að gjörðirna síðan bera vitni sem að fylgja á eftir. Þannig ég næ ekki alveg einhvern veginn taki á þessu. Þetta svolítið líka í allir þessari upplýsingaóreiðu og hvernig samskipti hvernig miðlarnir eru í dag. Það veist mér erfitt einhvern veginn að ná taki á því hvað á hverju á ég að taka mark. Hvað þýðir þetta raunverulega? Eins og bara alltaf með upplýsingar sem maður fær. Hvað þýðir þetta raunverulega? En svona varðandi bara bandari stjórnmál og Trump yfir heildina, þá finnst mér þetta bara, þetta svona sjónvarpsþáttur sem ég hef ekki áhuga á, en mér finnst ég þurfa að horfa á hann af því þetta ekki sjónvarpsþáttur, af því þetta raunveruleiki og þetta eru alþjóðastjórnmál. Hann mun væntanlega hafa áhrif á lífi þessi sjónvarpsþáttur. Það nefnilega málið, sko. Og þar með þetta orðið miklu meira heldur en einhver sjónvarpsþáttur. Og ég held bara að bara í geopólitík að þá einhvern veginn held ég þetta bara svolítið útbreidd tilfinning. Maður heyrir bara hvernig leiðtogar í Evrópu tala, veit engin almennilega hvernig þau eiga, hvort þau eiga sitja eða standa eða hvort þau eiga að halda panikfundi eða hvort þau eiga að ráða ráðum sínum, hafa áhyggjur eða sjá í þessu tækifæri. Það óbúslega mikil óvissa í geopólitíkinni út af þessari stöðu að það veit engin nákvæmlega hvernig þeir eiga að ná taki á þessari fígúru. Nei, af því líka að þegar við hugsum lönd og svona, þá erum við með eitthvað sameilan skilning á því hver á land og annað og það að segja einhver 60.000 grænlendingar eigi bara þarna stærðar en að flykkja af landi. Það náttúrulega ótrúlega hugsun en við erum svo sammála að það sé staðan og þannig að þegar einhver kemur og segist bara alltaf taka þetta, þeir geta aldrei varist og þá kemur upp þetta óöryggi hjá fólki og ef þetta land bara tekið svona undir verndarvæng Bandaríkjanna, hvað þá með næsta land og næsta og þá hvernig í rauninni samfélagsmyndin þegar fólk ekki lengur sammála. Náttúrulega taka fram að, ég meina, ef hann fær að taka Grænland þá náttúrulega bara mjög einfalt hvað næsta landið á listanum, það Ísland, sko. Já. Ekkert endilega því við þurfum endilega að hafa ágjörði en spurningin bara, við erum eins og dansku prófessor sagði í viðtali ósökkvandi flugmóðurskip fyrir Bandaríkin, þannig að þú veist, ef við viljum hafa ykkur sjálfstæðastefnu í utanríkismálum þá það bara stendur það ekki til boða á valdatíð Trumps. Já, en þarna á ég svo erfitt með að setja fingurinn á, sko. Er verið að færa þarna einhverja hugsunarvílínu að þetta sé gerlegt hvað þýðir það og hver á land, hvernig myndi það gerast, fá önnur nágrannlönd til að hugsa þetta öðruvísi, fá Grænlendinga til að velta fyrir sér sambandi þeirra við Danmörku í gegnum tíðina. Er það tilgangurinn? Eða eitthvað raunverulegt aðgerðaplan hann á bakvið eða það bara til þess að hrista okkur? Mér langar að segja ég skil Trump ágætlega
hann tjáir sig, þetta heitir að hugsa uppátt. Framheilagskaði kannski? Nei, þetta bara, ég noti þetta oft, ég kannski með framheilagskala, maður kannski að vinna með eitthvað svona hópi fólks og maður segir svona, já kannski, við ættum kannski stefnaði að taka upp svona fréttir á samstöðinni og þá ég bara að fylgjast með því, sko, hvernig hann tekur undir það og ég að reyna að meta það, erum við með hóp sem að væri raunverulega hefði vilja til þess að gera þetta eða ég að tala fyrir daufu eyrum og þannig að maður bara á svæði sem að gæti orðið og það bara rosa stort svæði sem gæti orðið. Og þetta ræðst svolítið af viðbrögðum sko hópsins að nú ef það ekki stemmingi hópnu fyrir að byrja með fréttir og samstöðu þá kannski snúið okkur öðru og Svo sáfullt af fræjum og sjá hvort þau spretti. Og ég mann eftir einu manni í sögunni sem var með svona, ég meina auðvitað Þýskaland og Austurríki sama landi, það bara fárvælt að sé í sikkur landinu og hann pröfaði þetta og hann fekk svona ákveðin hljómgrunn með það og hvað með þjóðverjana í Súdetahéraðinu, ættu þeir ekki að tilir okkur og þeir þurfum ekki að fá svona lífsrými og gengur það að við séum með gyðinga sem blóðmjólka samfélagið okkar og svo bara hélt hann áfram og þannig að atriðið í þessu það kannski ekki þessi randarinn sem að hugsa upp átt og kanna hvað hann getur farið með og hvert viljin hann er náttúrulega að kanna það. Ef það vilji hjá Bandaríkjamönnum að taka Grænland, þá tekur hann Grænland og ef það ekki nógu mikil andstaði á þeim sem að vilja ekki að taka Grænland, þá mun hann ekki taka Grænland. Þannig ég held að við ættum að hugsa frekar að hvernig eru við í viðbröðunum við þessu? Bregðust við eitthvað við þessu eða eru við bara linnulausri svona undanlátssemi og allt í einu bara virðist þetta vera svona normal að auðvitað á Austurríki og Þýskaland bara vera sama landið? Hvað rugl er þetta? Þetta er sama þjóðin. En því veikara sem fjórða valdið og því háðara sem að fjórða valdið einhvers konar peningavaldi, því náttúrulega auðveldara verða illvirki brotinna manna, ekki satt. Þá kemur að því, sko, hvernig stöndum við okkur og það þú varst með svona margliða spurningu sem var að hvernig fjölmiðlinn hafi veikst. Varðandi þetta með 2016 og að við erum að finna eitthvað nýja rætur og endurskoða okkur hvað við erum sem blaðamenn. Að þá upplýði þetta þannig að það sem að ég bara óvart datt inn í og það var út af kynslunum sem voru undan að það var það sem ég myndi vilja kalla sko lýðræðisvæðing fjölmiðlana tengist samfélagsbreytingar sem átti sér stað á 15 og 17 áratugnum og svona miklum fólksflutningum inn í borgirnar sem að styrktu sko blöðin, sjónvarpi var að verða til og það voru takmarkað dreifigeta á því þannig að þetta urðu að vera ríkisstöðvar í Bandaríkjunum úthlutað með kvöðum það yrði að vera fréttir og samfélagsleg þjónusta. Þetta var líka á tímum stjórnmálana þar sem að við vorum á einhver svona húmanísku tímabili þannig að jafnvel átti þetta að vera einkafyrirtæki þá upplöðu þau og yrðu að axla sko borgarlega skyldur með því að reka óháðar fréttastöðar. Þetta er bara algjör tilviljun tímans að þetta fyrirbrigði verður til sem ég kalla þess að svona dómkirkjur sem enda með því að svona er hugmyndin að við getum staðið eitthvað starf og sagt sannlega segi yður í fréttum með þetta helst og við séum öll einhvern veginn á sama linnulausa þjóðfundinum með það að markmið að byggja upp öflugt samfélag sem að mun auka jöfnuð og auka réttindi allra. Svo hrundi þetta, meðal annars út af tæknilegum ástæðum, meðal annars út af því að þetta fór bara úr tísku og við vildum frekar styðja hinn ríka til þess að trúa því að hann ætti að veita okkur forsjón eða þessast fórustu það hvernig samfélag við ætlum að búa til og lýðræðis vettvangurinn varð ekki vinsæll og þetta hrundi og þetta er kannski bara 40 ára tímabil á Íslandi, þetta er kannski svona í Bretland og Bandaríkjunum kannski 50-60 ára tímabil, en þetta er bara farið og þá hugsaði ég, hvernig var blaðamennskan undan? Ég meina við vorum til áður þannig að þú veist áður að þetta förðulega tímabil kom kannski eru svörin hvernig við eigum að hegða okkur þar frekar heldur að standa alltaf og vera óska eftir því að dómkirkjan fæðist aftur því að hún mun aldrei fæðist aftur og við erum ykkur svona glundróða og þess sem er ágætt að geta komið þessa líkingu á milli Rantsis í Hitler og Rantsis í Trump og þetta eru bara menn sem munu sigra í einhverjum svona glundróða upplýsingaheimi sem að ég er ekki með lausnina á þessu sko. Nei, við erum í vanda sko. Ég var á málþingi daginn stöðu fréttamennskunar. Málfrelsi er svona sjálfsprottin grasrótarsamtök sem stóðu fyrir þessari ráðstefnu. Þar var fólk sem raunverulega bar saman tímana tvenna þegar hér voru til dæmis pólitísku blöðin og töldu að það hefði verið skárri tímar að sérst einhverjum fyrir þá sem gátu lesið
Tímann, Þjóðviljan, Alþýðublaðið og Moggann, allt á sama deginum, fekk 4 útgáfur af veruleikanum og gat svo safnað því saman í einhverja sæmilega mynd af einhverju sem við getum kallað raunveruleika. Þegar menn eru sko komnir með þessa nostalgíu, þá náttúrulega þá líður mörgum ansi illa og sko Smári, þegar þú tala með þeim hætti sem þú gerir þá við getum samt ekki sko annað en minnst þeirra tíma þegar áskriftarvald almennings var töluvert mikið, þegar það voru sko peningar á bakvið áskriftina. Ég vil þetta því að ég fór í það að reka fjölmiðla og þurfti raunverulega að reyna að skilja svona hvernig hjólin virkuðu. Viltu leiðrétta þetta? Já, með því að sko hvert áskriftarvaldi var raunverulega og við skulum bara taka íslensku söguna og við vitum það að New York Times á New York, Washington Post á Washington og þeir eru ekki bara það blað heldur eiga vikublöðin og þeir eru meiri segja sko sjónvarpsdagskrárnar sem eru dreifðar út í útkverfin sko. Aftenpostin á Oslo og þar hundu gutunum. Og þetta gerist með þeim hætti að það er auglýsingamarkaður sem drífur þetta áfram. Og þess vegna skiptir svolítið máli þessi fólksflutninga til borgarana úr sveitunum á þessu tímabili. Þess að þá flykkist fólki inn og blöðin á þessu tíma voru að sömuleyti eins og guideline hvernig ég á að hegða mér þegar ég kem úr sveitinni, hvað borgin, hvað samfélagið að fara inn í og líka út af þegar fólk að vinna sig upp stéttir, það sem að kemur sko stóru kynslóðurna sem að fara úr svona lágstéttum yfir í einhvern svona millistétt. Þetta yfirleitt svona bara guidelines það hvernig lífið á að vera, hvað ég að horfa, hvað skoðanir ég að hafa, hvernig ég að klæða mig og hvað ég hafi matinn og guðum á þetta hvað ekki. Þannig að þetta ýtir undir þetta og það sem að gerist að því að það er auglýsingamarkaður þessi svo Mogginn á gullaldartíma sínum að þá var það kannski áskrifendur sem skilur kannski 30% af tekjunum. Hitt komið frá auglýsingunum og í auglýsingunum þannig að við erum í samkeppni með húsgagnaverslun og ef að þú auglýsir á honum sem með 100 lesendur en ég auglýsi henni fyrir helmingnum að verðinu með 70 áskrifendur að þótt að ég fái sko helmingi lægri verð fyrir auglýsinguna og hver augu eru sko ódýrar hjá henni að það leiðir til þess að þú stækkar alltaf markaðshlutinn þín og ég tapa. Þannig að allir verða að auglýsa hjá því stæðsta og allt í einu verður Mogginn yfirráðandi staða og þetta gerist ekki af því að Styrmir og Matti hafi breytt blaðinu og gert að blaðaldra landsmanna. Þetta gerðist út af þessu. Allt í einu voru Mogginn komin með svo miklar auglýsingatekjur að þeir gátu veitt betri þjónustu fyrir lægra verð til áskrifenda og voru allt í einu komin með alla í salin og fóru að tala blaðaldra landsmanna. Þetta voru ekki bara þröngir hægri menn sem að voru í salnum og þess vegna breytti aðstæðunar Mogganum en ekki það að Mogginn hafi einhvern veginn orðið svo vinsæll að lesendur hafi kosið Moggann sérstaklega. Þau kusu það bara að ég fær bara miklu fleiri blaðsíður, miklu meiri upplýsingar hvað er að gerast í samfélaginu og þar er þetta. En bursið frá því hve mikið vald almennings var, þá voru til peningar sem kynntu undir hjólum einkarekina fjölmiðla opinbert fé samanber stjórnmálaflokkana sem að fengu náttúrulega pening og setti í fjölmiðlun. Við vorum með sem sagt áskriftar pening og það var hægt að ráða hellinga fólki í blaðamennsku fyrir það og svo vorum við auglýsingar og það var hægt að ráða helling af blaðamönnum í vinnu fyrir það. Núna hafa auglýsingarnar féð hér innanlands að með skilst það nálgast 60% sem lekur út fyrir landsteinuna af þeim auglýsingum sem áður hrukku til og voru notaðar í fjölmiðlun innanlands. Þær eru núna komnar á Meta, þær eru komnar á Facebook og Google og þessar erlendu risastóru efnisveitur. Ég var einu sinni upplýsingafulltrúi Umhverfisstofnunar. Það var frekar einfalt fyrir mig að sjá reikningsdæmið ef ég ætlaði að kynna einhverja þjónustu hjá okkur, hvort ég ætlaði að bústa eitthvað á Facebook eða hvort ég ætlaði að borga 300 skall fyrir einhverja auglýsingu í Mogganum. Valdið er almennt. Miklu meiri svörun og það voru reyndar skrifaða gagnrýna fréttir það að ríkisstofnun hún ætti að nota innlenda miðla. En allavega, burséð frá því að sko peningarnir sem eftir eru núna til þess að kynda áfram fjölmiðlun og ég held að Gunnar Smári hafi verið ötulastur að segja ykkur frá því hér á samstöðinni að ekkert alls fyrir löngu var einhvern einn eða engin almannatengill hefur verið sagt og blaðamennir voru svona margir og núna eru blaðamennir orðnir opaslega fáir en almannatenglandir bara út allt. Hvað þýðir þessi breyting fyrir samfélagið?
Þetta bara svo áhugaverð spurning. Núna ekki síst af því að við erum komin með svona Moggan sem hérna útgerðarmenn, ólígarkar, auðvitað er fjölmiðlun polariserar en hún kannski ekkert polariserari en menn eru svona grímulausari svolítið. Hér er pólitísku miðl sem heitir Samstöðin, hann er podcastin eru oft merkt einhverjum svona sérstökum skoðunum, menn tala að Ríkisútvarpið sé alveg handónýtt, fréttastofan þar sé ótrúlega lin og sé ekki að vinna sína. Bara ef við hendum þessu öllu á borðið. Já, þetta náttúrulega mjög margt í einu sem að mér dettur í hug. Aðeins grípa þetta með svolítið langt síðan, þú nefndir þetta en með rómversku sagnarítarana, eða fréttarítarana, vildi ég sagt það. Þannig að segja því miður að ég er sagfræðingur. Það er alveg rétt að þarna eru en þetta afhjúpar svolítið kannski samanburðin það er til öðruvísi leiðir til þess að vera í fjölmiðlun, mismunandi leiðir. Ég myndi til dæmis aðhyllast leiðina sem þá 400-500 fyrir Krist sem er Heródótus, sagnarítarinn, maður sem fer á staði, tekur viðtal við vitni að atburðum og skrifar það niður versus sem að mjög mikið af svona meginstraumsmiðlum í dag sem eru rómversku fréttarítararnir. Það er bara einhver sem að tekur við tilkynningu frá valdhöfunum og endurvarpar henni á almannarýmið. Þannig að Cæsar var mjög inn í þessu, að þegar hann var í stríðunum sínum í Gallíu, þá sendi hann svona litla pakka af sögum sem hann skrifaði sjálfur en í þriðju persónu. Cæsar fór og hann tók yfir löndin og honum gekk rosalega vel og hann var rosalega snjall. Af því hann vissi að þetta yrði þess að lesið upp á torgunum á Róm til þess að efla stuðning við sig. Þetta eru þetta einfaldari heimur og svolítið svona svart og hvít og bersýnilega hver spillingin er þarna. Hann skildi list áróðursins, hvaða máli hún skildi. Og ég held að við séum ekki, þetta er svolítið erfitt að tala þetta eins og við hafa allt breyst með Trump. Jú. Það er stór vatnaskil, vissulega, en við erum líka, við getum alveg farið aftar og talað Íraksstríðið eða og stöðu fjölmiðlunar á þeim tíma og hvernig hún sveiftist bara með línu bandarískar yfirvalda til dæmis. Að það er svolítið langt síðan að fjölmiðlar voru svona að bróðurparti til ekki endilega áróðsmaskinur, heldur bara það að þau taka upp það sem að þetta gerist í dag og endurvarpa því bara. Það er ekki þessi analýsering eða greining eða rýning. Og það er svolítið það sem skiptir mig máli að ef við erum að tala fígúru eins og Trump og aftur að því sem þú vorst að segja Guðmundur með hvað er hann að gera, ég held að hann sé bara svona fullkomnar hamfarir fyrir tímann sem við lifum á, einfaldlega því að hann er mjög góður í því að leika á fjölmiðla eins og þeir eru í þessum rómverska fréttaritara stíl. Hann segir bara eitthvað og sér eins og hvernig maður var að segja, sér bara hvað límist á veggnum. En fjölmiðlar eru í þeim með þeim hætti að þeir bara taka, endurvarpa það sem hann segir, líka því að það fær smelli og þetta er smellibeita og það er aftur drifið áfram að auglýsinga hvatanum. Þannig að það eru rauninni, fjölmiðlar eru bara af þeirri gerð í dag og þetta er orðin ákveðin svona hefðbundin viska og ég held að sé ákveðin skóli fjölmiðlunar sem að margir aðhyllast að fjölmiðlar eigi að vera hlutleysir fram í rauðan döðan. En svo eru sumir hluti sem eru ekkert það er ekkert hægt að vera hlutleys og þetta var hluti eins og umfjöllunum Gaza eða aðra þannig hluti, að eitthvað er þjóðamorð og eitthvað er stríðsglæpur, það er bara hægt að segja það bókstaflega, það er staðreyndamiðað. Handtökutilskipun út á Benjamin Netanyahu af alþjóða, hvað er þetta, rannsóknar dómstólunum eða hvað þetta er. En fjölmiðlar láta ennþá eins og Netanyahu sagði í dag að hann ætlar að ganga að samningum og bla 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 bla, eins og hann sé bara eitthvað svona respectable fígúra sem að hægt sé taka marka á. Þannig það vantar þetta greiningar, analýsiru, gagnrýni í mikið af þessum meginstraumsmiðlum. Og það er gripið af samfélagsmiðlum af því að það er algjörlega skoðanadrifið og án allar staðar enda, stundum hafa það rétt fyrir sér, stundum ekki, en það er ekki motivationið, það er bara hvað er háværasta skoðunin sem grípur mestu smellina, það er það sem að trónur á topnum. Mín skoðun er svo að í þessari upplýsingaóreiðu miðri þá sé mjög mikilvægt að eina stofnun á Íslandi sem að færa opinbert fé til þess að greiða úr flækjunum, Ríkisútvarpið,
sko bæti mjög í það sem kallað hefur rannsóknarblaðamennsku, gagnrýna blaðamennsku, efli varðhundshlutverkið, þótt þau verði umdeilt, það verður bara að hafa það. Á meðan sko allt eins og það þá ef ég væri hluti af þeirri fréttastofu sem við vorum einu sinni hluti af Guðmundur, þá væri mín dagskipun við þurfum að herða okkur alveg stórkostlega einmitt í greiningum og því. En sko af því að þú varst ritstjóri á einhverju blaði núna fyrir hve lengi? 15 árum. 15 árum. Tíminn flýgur. Þá ertu ekki sammála með það að blaðamennska fag? Jú, á sjálfsögðu. Og þegar sko okkur fækkar svona óbúslega mikið sem eru í þessu fæi, hvaða áhrif á meðan ykkur, almannatenglunum, fjölgar mjög, hvaða áhrif verða af því fyrir samfélagi? Já, ég held ekki svara því bara fyrir að hafa verið ritstjóri einhvers staðar. Nei. Þetta eru náttúrulega svo margslungin áhrif. Já. En það þarf ekkert marga blaðamenn til þess að gera góða blaðamennsku. Er það ekki? Nei, þú þarf bara góðan blaðamann. Okay. En það er bara svo auðvelt að þurfa einhvern veginn að gera magnið frekar held, eða þú veist það er svo auðvelt að hugsa að þú þurfi magn frekar en gæði. Og ég hef setið í dómnefnd fyrir blaðamannafélagi, gerði þau í 10 ár og já, fram til 23 og maður hélt og bara hugsaði bara og las yfir allar þessar fréttir sem að komið þá á borðið þarna ári og seint þegar maður var að fara yfir þetta, þú veist það voru bara liðnar og þá sá ég ég upplifði eins og væri engin gæði í íslenskri blaðamennsku, maður væri eitthvað, þetta væri bara allt sokki, þetta væri alltaf Facebook, þetta væri bara einhverjir smellir og svona, en þá eru bara inn á milli ótrúlega flottar greiningar og flott blaðamennska á Íslandi og margt sem er í gangi en það næri ekki alltaf eyrum og það er ástæðan fyrir þessu sem þú varst að segja áðan með auglýsingatekjurnar og af hverju vildi frekar auglýsa á Facebook að leitar alltaf sem fólkið er og fólki er ekki alltaf að lesa, það lesa ekki alltaf heimildina þótt að heimildin gerir góðar greiningar á mörgu, bara allt og langar oft en og þá bara einhvern veginn nær það ekki alltaf í gegn sko, er ekki nema að sé einhver sprengja sem að hinni miðlarnir ná að einhvern veginn sleikja þau upp eins og RÚV að fara inn í málin á auðveldan máta og smetla sér sem að það verður einhver sem að svona nær einhverju massa. Já, ég held að það segja alveg rétt sko. Við getum alltaf að tala styrkjakerfi fjölmiðla á Íslandi í allan dag. Mín skoðun á því er svo að kerfi sem að hefur það í rauninna markmið að gera alla svona sæmilega jafn óhamingjusama með það sé ekkit sérstaklega góð pæling eða gott kerfi og það held ég að sé reyndin með styrkjakerfið þetta er svona einhver svona molla eitthvað svona til þess að gera eitthvað en samt ekki stíga inn stefnumarkandi skref hvernig þetta á að vera það eru bara allir óhamingjusam með þetta fá allir einhverja dropa en það gárar ekkert vatn en svona að því við erum að tala svona bara fjölmiðla almennt og við vorum að tala áðan sko leiðtoga í Bandaríkjunum og forseta Bandaríkjana sem að verið svona hafa það að leiðarljósi að allt var betra í gamla daga það er svona hans mantra, við þurfum að fara aftur þegar allt var gott bakka aðeins og fara í þegar allt var miklu betra sem var í gamla daga sem er náttúrulega við vitum alltaf er bara kolröng hugsun, það var ekkert allt betra í gamla daga en þurfi ekki líka fjölmiðla stundum líka aðeins að horfa í spegilinn og velta því fyrir sér hvernig neytendurnir eða fólkið þarna úti er að neyta upplýsinga því að það breytist líka óbúslega mikið með hverri kynslóð. Fólk neytti fjölmiðla eða frétta allt öðruvísi. Þegar Smári var ungur blaðamaður, þú settir í einhverja stellingar og pínur svona í brýnnar og varst að lesa staðreyndir og fréttir og fá upplýsingar. Vægi þess, og nú erum við komið með alla þessa samfélagsmiðla, þar sem að drifkrafturinn er ekki þetta að setja sig í stellingar og fá fréttir og upplýsingar. Drifkrafturinn er afþreying. Skemmtu mér. Styttu mér stundir. Það er drifkraftur neytandans og samfélagsmiðlum. Lang flestra, ekki allra. En massin fer þarna inn til þess að láta skemmta sér. Og þá erum við komin í þessa blöndu þar sem að þessi fjölmiðlun og fréttir og fjölmiðlar eru farin að feta inn í einhvern svona óljósa línur á milli þess að vera að miðla upplýsingum, vera með greiningar, vera með gagnlega
blaðamennsku infotainment en samt að þurfa að hafa alla bara hérna vákvæði skemmtilegt sem ég er að lesa og þetta er alveg áskorun að feta þarna á milli og kannski erum við í einhverju millibili þar sem við erum að reyna svona átt okkur á þessum hvernig þessi kraftar geta náð saman en í því umhverfi blómstrar náttúrulega upplýsingaóreiða. Hafi ekki líka sko skilin á milli fagsins blaðamennsku og bara þess sem að fólk út í bæ er að gera á internetinu, hafa þau ekki orðið mjög óljós? Jú, en blaðamenn hafa líka kannski pínu leifti að gerast og orðið oft stundum pínu sloppi í sínum störfum eða verið að taka Facebook eða græja og eitthvað. Veit ekki hvort þeir höfðu svo mikið val. Kannski ekki að þeir bara fáir og það er þetta magn í rauninni. Þannig að reyna að halda í grunngildin sama hvar þú svo miðlar. Þannig nærðu að halda trúveruleikunum en nákvæmlega hvernig það er gert er svo óljóst. Ég held að þetta er eitthvað svona við erum í einhverju svona umróti þar sem er verið að reyna að finna eitthvað breiðstræti á milli þessara krafta sko. En við vitum náttúrulega öll að auðvitað er þetta ekki, ég er ekki að segja það sem við blaðamenn að sakast að þeir hafa einhvern veginn látið þetta gerast eða einhvern veginn tekið svo of alvarlega eða verið of einhvern veginn þungir á brún að því við vitum alveg hvað gerist að þegar að kraftar internetsins koma inn og fara að stýra þessu í gegnum auglýsingar og gegnum smelli við höfum held ég öll unnið á fjölmiðli þar sem að í rauninni þú býrði við þann veruleika og þú veist að tíma þínum er langbest varið gagnvart þeim sem að borga reikningana þín, að borga launið þín í að taka eitthvað sem tekur óbóðslega stuttan tíma til þess að skemmta einhverjum. Einhver fyrirsögn sem að grípur en hefur rauninni ekkit kannski mikið innihald er ekki að bæta neinum upplýsingu við annað en það hvort að kjóllin sem að þessi kvikmyndastjarna var blár eða grænn. Og svo kannski verðu einhverju mörgum klukkutímum í einhverja greiningu, eitthvað sem er raunveruleg rannsóknar blaðamennska á bakvið en það í rauninni nær aldrei sömu útbreiðslu og gengur ekki jafn langt í því að borga launin og halda fjölmiðlunum gangandi. Þetta er náttúrulega það er óbúslega erfitt einhvern veginn að vera alvarlegur ígrundaði blaðamör í þessu umhverfi sem að kraftarnir eru svo augljóslega á hinni hliðinni. En ef sko fjölmiðlun er svona mikilvæg... Veði ég vill og svíma? Já, við viljum vita. Hvað er þú að hugsa hérna á kantinu? Ef fjölmiðlun er svona mikilvæg, ef hún er bara eins og heilbrigðiskerfið og það að hafa kennara og allt það, því það er alltaf talað af svo miklum, svo fjálglegum fjölmiðlun. Ráðamenn tala alltaf svo fjálglegum fjölmiðlun. Fjórða valdið, hornsteinn lýðræðis, gríðarlega mikilvægt að fjölmiðlun sé í lagi. Stjórnmálamenn halda alltaf að fjölmiðlar sé í einhverju herferð gegn þeim. Nei, sko, Smári fekk 6 milljónir króna ef ég man rétt í fyrra til þess að reka samstöðina. Samstöðin sem fekk það sko. Já, ég meina það. Samstöðin fekk 6 milljónir á sama tíma. Í ár sko. Já, í ár. En Ríkisútvarpið fær 6 milljarða, 1000 sinnum meira. Þeir sem eru að fylgjast með Smára og félögum hérna á samstöðinni, þeir bara slaga upp í stundum hlustendafjölda allar Rásar 1 á viku. Þetta geta verið 10.000, það er talað að samstöðin sé sá fjölmiðill, það sem að merkilegustu hlutirnir eru að gerast. Hvorki hefur nú Ríkisútvarpið fjallað samstöðina nokkru sinni. Jó, við komum stundum við sögu í lestinni. Já, í lestinni það er það eina. Fréttastofan hefur enn látið eins og hér hafa ekki verið opnið útvarpsstöð og hún fær 1000 sinnum meira fé heldur en þetta sjálfsbrotna fyrirtæki. Hvað er eðlilegt við það líka? Ég ætla nú að fá rósaukur hérna bara að því við vorum að tala um það bara á kaffistofunni niðri við Austurvöll bara í morgun að þegar að stjórnin sprakk núna fyrir áramót þegar Bjarni sleit stjórninni að þá kemur þessi þorsti upp í okkur fréttafíklunum að vilja fá fullt af talandi hausum til að greina stöðun og hvað sé í gangi og þá voru nú þarna tveir sem við vorum nú alveg hjartalega sammála um það að þessi sjónvarpsstöð hafi verið sú sem að skaffaði þeim mest af þessum talandi hausum til þess að greina og velta fyrir sér stöðunum. Það er gaman að heyra og þú áttir einn þingmann sem var til í Geðvíkina leið vegna þess að Smári hringir í mig, ég var að keyra Holtavörðuheiðina á leiðinu frá Mývatnssveit til Reykjavíkur, segir stjórnin er sprungin, við ákvæmum að fara strax í beinu útsendingu kvöldið og Sigmar Guðmundsson, hann var til í Tuskið, þetta gamall fréttahaukur sjálfur. Annars hefði hann verið heima að horfa sem. Því að er þetta fag, ég hef aldrei getað svarað því sko. Því að það er meira í þessu sko, það er einhver svona blaðamennskara sem er liti list sko.
Það framsetningin á þessu og ég held að veri hættulegt ef við ætlum að hætta, ef við hættum að hugsa það þannig að þá verður textin okkar bara eins og einhver deildarstjóri í einhverju ráðuneyti að skrifa, sko, sem við megum alls ekki gera. Mikil fagurfræði. Já, en við erum og þetta svona ping-pong, þannig þetta svona samskipti við samfélagið og þetta kannski ef við myndum horfa á þetta sem fag þá það bara að búa til fréttir sem fá sem mesta lestur, það kannski fag en það ekki blaðamennskan, sko. Það bara einhver þetta ritlist og þetta kannski munurinn þarna á milli, þetta munurinn þarna á milli, sko, þetta verður ótrúlega flókið. Ætlum við að vera með fagleg vinnubröð og aðferðafræði og öll þurfum að vera háskólamennti í blaðamanna fræði til þess að geta verið blaðamenn, þá erum við fræðasamfélagið. En fræðasamfélagið, kannski í einhverjum útópískum heimi ætti að vera að rannsaka samfélagið og útvarpa því hvað raunverulega gerast. Og þau mættu gera það auknum mæli að mínum mati, en þau gera það ekki. Af því að þar eiginlega ennþá strangara heldur en í blaðamennskunni þessi svona hefðbundna viska, sko, þetta falska hlutleysi. Og máttu aldrei segja neitt sem styggir neitt, af því að þá ertu raunverulega með ykkur skoðun, þó hún sé kannski staðreyndabyggð. En fæði þeim skilningi að það eru ákveðin vinnubrögð. Já, en það sem ég reyna að segja, sko, sanngirni, þú þarft að heimildagildið, þú þarft að vera, það eru alls konar vinnureglur sem að nefnilega fólk út í bæ kann ekki og heldur það séu blaðamenn. Ég myndi segja að það væri blaðamennskan í rauninni, en svo fjölmiðlun náttúrulega bara hún er alls konar. Blaðamennsku er náttúrulega líka víðar en þannig. Við erum þá kannski að tala blaðamennsku sem stunduð inn í svona þroskuðum stofnunum ritstjórnar. En þú getur stundað blaðamennsku á þess að hafa ritstjórnina. Og oft er að vera að tala stöðu fjölmiðla og svona, þá tala ég allavega, tala illa fjölmiðlana því að mér finnst þau vera á rangri leið. En svo blaðamennskan annað, það hægt að benda eins og þú þegar þú ert að fara yfir tilnefningar til blaðamannaverðlauna og sérðu, sko, að blaðamennskan í höndunum á blaðamönnum og kannski enginn af ritstjórnunum geti haldið utan blaðamennskuna og þannig hefur þetta reyndar alltaf verið. Því að alltaf var að tala mig sem einhver gamla manni að þá var það náttúrulega þannig líka fyrir, sko, 40 árum og 50 árum að það sem var gert eitthvað, sko, svona merkilegt í blaðamennsku var yfirleitt verk bara örfára blaðamanna á meðan að meiri hluti fjölmiðla var eiginlega bara í svona þöggun. Þú veist, það er bara þöggun að tala síður við konur, það er svona þöggun að því að fjalla ekki sko, samkynhneigðra eða ofbeldi gagnvart konum og þú veist, hvað heitir myndinu sem að gerist í Boston Globe, með svona nefnilega náðu svo vel sem að margir hafa séð. Spotlight. Já, Spotlight, það sem er rannsóknardildin og maður gæti haldið það þegar maður horfir á myndinu að þeir væru hetjurnar. Fjölmiðlarnir. En myndin er raunverulega það að hetjurnar voru náttúrulega fórnarlömbi sem að hófu baráttuna og Boston Globe og allir fjölmiðlarnir voru að þagga þetta niður í 30 ár. Þangað til að allt í hennu fyrir einhverja slistni opnar gátt og þetta fer út. Þannig að þarna sjáum við í þessari mynd annars vegar blaðamennina sem eru svona hetjur sem eru innan í kerfi sem til í valdinu og það hvernig fjölmiðlar virka raunverulega í okkar hluta sem að þagga og niður þá sem að gagnrýna, standa aftur að breytingum á samfélaginu og þjóna valdinu og það eru fjölmiðlarnir, það þótt að við tölum stundum að við séum næstu eins og einhverja heilaga verur með lykla samfélaginu og leita sannleikanum, þá höfum við alltaf starfað inn í, sko, kerfi sem er hluti af valdakerfinu. Og líka misbeiting fjölmiðla er mjög áhugavert subject. Þú varst að skrifa það núna eftir þú sást Vigdísar þættina að þinn skilningur væri sá að þarna hefði bara einhver klíka innmúra. Já, vondikallin í þáttunum eru bara bakherbyggin ofar í götunni. Það ekki, blaðamaðurinn sem að ljú upp á hana og valdakallanir í bakherbygginu sem að grafa undan henni af því að hún að komast inn í eitthvað partí sem að þeir eiga. Já, þarna eru fjölmiðlar, sko, notaðir grímulaust í pólitískum tilgangi. Maður ekki sá sem ræður. Til þess að grafa undan breytingum, til þess að grafa undan kvenfrelsi, til þess að kallarnir sem öllu ráða haldi einn forréttindum áfram. Og til þess að segja þér að þú skalt ekki halda það að þú hafi farið í Keflavíkurgöngu 1963 og getið boðið fram til forseta 1980. 1980. Þú skalt ekki halda það. Það er bara þannig að þeir sem að ögra okkur að þeir hafa ekkert svigrúm eða ekki sama svigrúm og við hinn í þessu samfélagi. Og þetta held ég að virki ennþá. Ég heldur bara að það snerta á þessu þetta með ritlistina, sko. Og fyrir ekki greið fram yfir. Nei, alltaf góð. Ég bara sem unga barni henni í herberginu, sem nýgræðingurinn. Það er svolítið tekið á móti nýgræðingum í blaðamannastéttinni með svona þessum faglegu kröfum sem eru margar réttmætar og
bara raunni, nauðþurft eins og heimildavinna og allt þetta objectivity, en það er þessi að vera sko objective versus neutral, þetta er alltaf þessi munur sem að mér finnst alltaf ganga svolítið illa, þetta falska hlutleysi það að vera hlutlaus í eitthvað svona dygði í sjálfu sér. En hugtökið fagleg hlutlægni, hvernig líst þér á það? Já, en það er svona hlutir eru sagðir upp átt en þeir eru sjaldan iðkaðir og ég kannski bara það sem ég átti við með þessu ritlistina sko, það er svolítið tekið á móti nýgræðingum í fjölmiðlastéttinni með svona þessu attitúti sko að þú eigir að skrifa eins og fréttaritarinn í Róm en ekki eins og Heródótus sem er mjög svona með mjög hvað skulle ég segja, skrautlegar lýsingar á hlutunum stundum. Þannig að ég bara svona dæmi eins og ef ég er að tala um eitthvað eins og ég er að skrifa greinum Trump eða orðræðinu í Trump eða eitthvað, þá myndi ég skrifa þetta er ískyggileg þróun, en ritstjórinn myndi sem vera ekki segja ískyggileg, segðu þróun. En við getum alveg sammælst það sem samfélag að þetta sé ískyggileg þróun ef við erum sammála einhver grundvallar gildi eins og bara lýðræði, frjálsræði, hati ekki fólk og eitthvað svona, koma fram með fólk af virðingu. Auka lýsingar og þau svona, nei, ekki gera það. En þau kannski gera textan læsilegri, gera skemmtilegri, en líka hafa auki sannleiksgildi, en við eigum öll að þykjast að vera fræðimæðurinn í fílabeinsstauninum sem hefur aldrei neinar mögulega skoðanir á nokkur sköpuðum hlut þó að eins og það sem ég hef verið mikið í akademínu í námi hér og erlendis að allir kennarar, allir prófessorar hafa bullandi mikla skoðanir á hlutunum en þeir mála sig alltaf sem sko einhverja hlutleysa fræðimenn en ég var í áfanga í Edinborgar háskóla sem var prófessorinn bullandi aðdáandi Churchill og er bara svona öfga íhaldsmaður og bara mjög skemmtilegur prófessor en svo þetta falska hlutleysi út af við sko talandi bara, ég lærði Jóhannes Holmstein í Háskóla Íslands og hann var bara, að messi yfir okkur sínum nýfrjálshyggju áróðri og Stefán Ólafsson var líka prófessor og hann var með sinn sósíalíska undirtóna í því sem hann sagði þannig að þetta er allt svona á yfirborðinu á eitthvað að vera hlutlaust en reyndin er allt önnur. Þannig að var það góðu dagur þegar þú bæði fékkst fyrirlestur frá Stefán Ólafs og Hannes og Holmstein? Það er miklu skemmtilega sko, því að mjög margir prófessorar eru svona að reyna að halda í þetta hlutleysi og þeir eru bara mjög leiðilegir. Sturrir og leiðilegir fyrirlesar. Ég er alveg kjarnaelementinu. Það er bara skemmtilegra. Við erum alltaf að leita að því, sko ég hef prófað í lífinu að hafa gaman og ég hef líka prófað að hafa leiðilegt. Það er skemmtilegra að hafa gaman. Já. Kemur í ljós. Fullkomlega sko. Kemur í ljós. Ég er kannski bara að segja að það þarf ekki endilega að vera síðra að sko gæðum eða að sannleiksgildi. Ég maður koma inn í þetta því að þú ert að tala um að sko skemmtiefni og fréttir. Já. Sko fréttir eru langbesta skemmtiefni sem hægt er að búa til. Þeir sem hafa skrifað fréttir að það bara sperrast öll eyru og þú veist og þetta er bara mesta þetta er besta efni sem er. Flýgur hraðar en allt annað. Já, en einhverju leyti held ég að þú veist það er út af kannski varnarbaráttunni og öllu þessu að þá er svona fréttirnar ofta sagðar fram sem svona frekar leiðilegar. En svo að þeir sem að fara með fréttirnar áskilji sér ekki svona réttin á því að segja þær á skemmtilegan hátt. Draga fram ólíkt samhengi, gera eitthvað öðruvísi og ég hef setið miljón, sko, kannski ekki miljón, örugglega, ritstjórnarfundi. Og það er sko, það er alltaf svona gegnumgangandi að maður reynir að segja stundum að það sem að lesandinn er helst að biðja segja, komdu mér óvart. Einmitt. En þá sem maður horfir á kvöldfréttir RÚV að því að tala um RÚV. Er engin vilji til þess að koma hana óvart? Fáðu mig til að glenna upp augun, fáðu mig til að sperra ég vissum að við getum bara farið með fréttatímann í kvöld af því hann er bara ægilega alltaf alveg eins það er sami tónnin, sami blærinn, sömu áherslunar, sömu viðmælendunir. Ótrúlega metnaðarleysi. Já, ég veit ekki hvað þetta er. Kannski halda þetta sé metnaður að svona í fréttirnar vera vegna þess að þeir eru sannarlega ekkert smartland hér. Þeir eru komið í veg fyrir átök og að þau séu skömmuð. Það er það sem hefur komið út úr því að öflin skamma náttúrulega alla fjölmiðlastéttina. Þetta er ákveðið fas. Ég sammála þessu, þetta er við þekkjum öll hvað fréttamannsfasið er, þetta er sama á CNN eins og á RÚV, það er í fréttum kvöldsins er bara, það talar enginn svona í alvörunni. Við erum að tala hér eins og við tölum í alvörunni, við erum ekkert ég er ekkert að reyna að fegra það eða ég slett á ensku og segi bara eitthvað það sem dettur í hug. En ég get samt alveg verið að fara með sömu staðreyndir og þarna kannski hrífur podcast heimurinn og þarna hrífa samfélagsmiðlar
og grafa undan fjölmiðlastéttinni kannski. Það oft talað með öðrum hættu og líkar því sem fólki almennt. Því það svo margt muni ekki eftir svona kastljósni, ég veit ekki hvort það sé þannig ennþá, þegar Helgi og Sigmar voru með það sem voru svona hneggjanda fólk. Ég sagði, hvar talar fólk svona? Það í yfirstu í lögreglunni að þú handtekinn grunar stórkostlegan glæp. Og af hverju erum við þá að búa með svo margt eftir í fjölmiðlunum sem man kannski, verður að endurfæðast inn í nýjan tíma. Og þetta er saman með stjórnmálamennina þegar þeir eru tengið við Trump, ég menna hvað er það sem hrífur, það er fasið hans, hann er bara svona, hann talar eins og vitleysingur, en það hrífur einfallega því að fólk eru svo leitt á þessum róbótum, á þessum vélmenna stjórnmálamönnum sem tala alltaf eftir ykkur handriti, ekki færir að vera mennskir, hafa ekki húmor, eru bara svona styrð vélmenni. Kemur allir eitt sem hugsar uppátt og allir verður að glaðir. Tíminn er nánast þrotinn hjá okkur, en ein svona spurning sem vil fá að rúlla hérna til ykkar fjögura. Við erum með ríkisstjórn, hún er nýkomin af stað. Það eru eiginlega engir fjölmiðlar sem að styðja þessa ríkisstjórn. Mun hún eiga erfiðar uppdráttar en til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn þegar hann er í ríkisstjórn og nýtur baklandsins frá Morgunblaðinu. Mun hún eiga erfiðar uppdráttar heldur en aðrar samsetningar, bara út af þessu? Ég held að stjórnarandstaðan er þá í þessari lýsingu er þá með sína fjölmiðla. Sjálfstæðisflokkurinn mun herja á ríkisstjórnina í gegnum Morgunblaðið. Við sjáum svona ákveðið aggressívan tón núna sem að hefur ég veit ekki með þessu hluti svo RÚV er svo skrítið RÚV er, í mínum huga er bara svona establishmentið og hver skiptir í establishmentinu ræður svolítið línunni ekki bókstaflega en það er svona eitthvað sem seytlar niður og við það er eitthvað svona skrítin svona skrifræðis stíf mennska þar það er fyrirverandi lögreglustjóri sem er sjálfstæðismaður sem er útvarpsstjóri sem er bara fullkomlega fáránlegt fyrirbæri það er ekki faglega ráðinn fjölmiðlamaður skilur við hann ætlaði í frambúð fyrir Sjálfstæðisflokkinn fyrsta sætið ætlaði hann að taka í Norðausturkjördæmi í síðustu kosningu það er ekki það að segja að fólki á gólfinu hafi ekki frelsi til að segja það sem það vill ég er ekki að segja það en það verður ákveðin stofnana kúltúr bara, í gegnum áratugin þessi seitla niður og þetta er bara engin auka lýsingur ekki vera of aggressív við erum máluð upp sem flokkslínu hér eða þar þannig að ég held að RÚV verði þessar ríkisstjórn bara svona eitthvað svona passíft ekki neitt bæði með aðhald, raunverulegt aðhald og sýnist þér að sé harðar aðeins sótt núna þessa fyrstu vikur heldur en nei, það er líka ekkert komið almennilegt út eina sem verður sótt hart það er Inga því hún er alltaf að sýkja lóðun sín en það er en það er samt bara svona, virkir athugasemdum sem eru bara að tuða, kannski réttilega, en það hefur ekki komin eitt halbært fram en þá, þannig hefur ekki alveg reynt á það en þá, ekki að segja. Ég er ekki vissum að sé alltaf betra að hafa með sér einhvern fjölmiðil, bara alls ekki. Sérstaklega þegar þú ert orðin svona ráðandi eins og Sjálfstæðisflokkurinn þá upplýður þetta sem einhverja valdaklík og blokk og þú upplýður ákveðin svona spillingu í kringum það ef þú ert svo með einhvern fjölmiðil með þér og sjá bara hvernig þið tala sjávarútveginn og að hann skulle eiga moggana, það þykir bara alls ekki gott. Þannig að það þarf ekki að vera það sé að stjórnmálaflokkur þurfa að hafa með sér miðil, alls ekki en ég held bara í þessu og líka að ef að fólk upplifir að þessi verða að ráðast á eitthvað bara eins og sem eru upplifað núna að þessi verða að ráðast á moggin ráðast á dag og eitthvað svona þá líka kemur upp einhver svona varnarviðbrögð sem að hefur sín áhrif líka þannig að og fjölmiðlar, að því við erum búin að tala alls konar og tala hvernig RÚV er að standa sig og allt þetta, að þá eru fjölmiðlar fyrst og fremst reknir áfram af tilfinningum. Þú þarft að segja tilfinningar ykkar sögur, þú þarft að segja fréttinnar út frá fólki og þú þarft að útskýra þetta leið og þetta verður stofnanakennt, missir fólk áhuga. Og þannig að í þessu með það hvort að stjórnvöld, ef það verður einhverja svona árásir og fólk upplifir það ósanngjarnt, að þá vinnur það kannski frekar með þeim en gegn þeim. En svo er Ríkisútvarpið rekið áfram að peningun líka sem aðri miðlar hafa ekki meðal annars vegna stöðu RÚV á auglýsingamarkaði og alls konar aðriða. Tekjurnar jökust náttúrulega bara í auglýsingateki RÚV jökust milli ára núna sem er náttúrulega ótrúlega sem er nákvæmlega þar sem þú útlistaði með mokkan áðan að það bara þarna er mestimassin þó þannig að þeir eru þarna og
kannski þykir bara ekki alveg nú vænt peningarna sína til þess að gera meira en maður getur rétt ímynda sér á þeim fjölmiðlum sem maður hefur unnið á í gegnum tíðina þeir fengur 6 milljarðar hvað þeir myndi gera, veist, en það kannski bara og þá eru ótaldir 2 milljarðar í auglýsingatekjur eitthvað slags. En Guðmundur, myndir þið hjá Viðreisn, verðið þið með eitthvað eigin útvarsstöð eða blogg eða eitthvað, þú veist blogg fyrir ekki, ég ætla að segja podcast, verðið þið með eitthvað svona sérstakar rödd Viðreisnar núna á kjörtíðanbílinu? Okkar eigin fjölmiðil? Já, ykkar eigin fjölmiðil? Nei, eins og sumir eru með? Engin áform upp það. Ég náttúrulega bara, svo það sem sagt, náttúrulega þeir úrst að spyrja hvort að sé að spjótin standi eitthvað meira þessari nýju ríkisstjórn en fyrri, ég upplifið ekki þannig. Ég er náttúrulega ekki hlutlaus, talandi hlutleysi, ég er náttúrulega starfsmaður Alþingis en pólitískt að vinna fyrir einn af þessum 3 stjórnarflokkum og var svo sem baku tjöldin bæði í kosningabaráttunni og eins líka í stjórnarmyndunarviðræðunum. Sko, ég held að það sem að skiptir mig meira máli akkurat núna er að þessi stjórn er algjörlega óháð þessum svona klassísku sérhagsmuna öflum í íslensku samfélagi sem að ráði hérna allt og lengi. Já. Og það er óbúslega frelsandi, finnur maður, fyrir alla verkferla, fyrir vinnu inn í ráðuneytum og fyrir það sem við erum að reyna að áorka og það sem við erum að reyna að leggja vinnu í, þegar það er ekki, og ég get bara sagt ykkur það hér, að þessi valdamiklu hagsmunaöfl í íslensku samfélagi, þau vit ekki alveg í hvort fótinn þau eiga að stíga akkurat núna. Þau eru ekki með þessa beinu heitu línu inn á ríkisstjórnarborðið sem það hafa haft allt og lengi. Já, samsetning ríkisstjórnarinnar er þannig að þau veit ekki hvað. En mér langar til að benda líka á eitt í þessu. Ég held að það er alltaf þessi hveitibrauðsdagar þegar ný stjórn tekur við og við erum í þeim núna. Þing er ekki komið saman, fólk vill sjá hvað ætlið þið að gera, hvernig munið þið í rauninni þegar að fyrir virkilega að reyna á, þegar fyrstu svona frumvörpi fara að koma fram og þegar að fyrir að sjást í rauninni betur á spilin, að þá held ég svona að þá vill þessi ríkisstjórn ekkert annað heldur en virt sterkt aðhald, ekki bara fjölmiðla heldur líka bara almennings í gegnum alla miðla og fjölmiðla munu gera það við þessa ríkisstjórn eins og allar aðrar en vandamálið er að þeir mættu vera burðuri og öfluri og fleiri blaðamenn til þess að stunda þetta virka nauðsynlega aðhald líka fyrir okkur til þess að halda okkur við efnið. Það er mjög mikilvægt. En að því vorum að tala líka og setja til í svona speilin á Trump og annað, ef við hugsið bara núna síðustu kosningabaráttu og hvernig hún svona, því að maður var þarna mjög djúpt í þessu sem er náttúrulega ekkert annað en mismunandi flokkar að stunda áróður. Ef þið greinið það niður, það er bara verið að sannfara fólk ákveðin boðskap. Þeir sem ná í gegnum hávaðan og það sem að virka því að nú erum við líka komin á þann stað að við erum að fara að greina þessi gögn og hvernig samfélagsmiðlarnir virka fyrir okkur. Það var ekki peningarnir sem voru settir á bakvið póstana sem við settum á samfélagsmiðlarna sem að gerðu það að verkum að það sem við vorum að setja inn fór fyrir augun á flestum. Það var skemmtanagildið. Nú er ég að uppljóstra ákveðnu leyndamáli og talandi þú færð meira fyrir peningin ef að þú náðir að organíst að búa til eitthvað svona blöndu af upplýsingum, áróðri, þetta ætlum við að gera en setja það fram á eitthvað skemmtilegan hátt. Og talandi Trump og hvað virkar og af hverju hann fer í alla fjölmiðla þegar hann opnar á sig munnin vegna þess að hann gerir það óhefbundið, vegna þess að hann gerir það ekki eins og við búumst við og hann fær eitthvað til að sperra eyrun, opna augun. Sjáu þið núna stjórnmálamannin sem er allt í einu komin með allt sem að enginn hélt að hún myndi nokkuð tíman fá, Ingu Sæland. Hún hefur líka þetta element, ef við hugsaðum það. Hún er óhefbundin, hún segir hlutina óheflað, en hún fær fólk til að sperra eyrun. Hún fær fólk til að glenna upp augun. Og hún segir stundum hluti sem að okkur finnst að stjórnmálamenn eigi ekki að segja. En er það ekki bara allt í lagi? En hún hefur ekki alveg sem völd á Trump. Ekki sem völd á Trump en Þetta er einn módel sem virkar skemmtanagildið, óhefbundna fasið framkoma. Það eina sem ég er að segja, nú er ég öðrum stjórnmálaflokki en hún, en ég er meirihluta með henni að hún virðist með sinni nálgun ná í gegnum ákveðin hávaða til ákveðins hóp sem að upplifir sig ekki hluta af því sem að við horfum á sem svona við fólkið. Já, ég held að sé kannski ekki nákvæmlega hvernig hún segir það. Ég held að sé vegna þess að hún talar út frá hjartanu en ekki út frá haus. Ef þú hugsar of mikið og setur fram hugsanirnar mjög bara beinskipt og búin að ákveða hvað áhrif er að hafa annað
og þá finnur fólk það. Fólk finnur þegar það er verið að leika á það. En ef þú tala með hjartanu og segir það sem þér finnst og einlægt, að þá virkar það. Ég ætla ekki að yfirfæra þetta á Trump. Ég þarf að hugsa það kannski að spila. Nei, en þetta er líka, þú veist, að taka þá ákvörðun, af því að til dæmis í kosningabaráttunni sem að við ákváðum að reka í Viðreisn, við ákváðum, bara ákvörðun sem hún tekur, að við ætlum að reka skemmtilega kosningabaráttu. Við ætlum ekki að fara í eitthvað kapplaup eða stríð við aðra flokka sem að byrja með sín svona hefðbundna hræðsluáróður, við ætlum ekki að mæta því. Við ætlum að hafa gaman af þessari kosningabaráttu og við ætlum að keyra hana áfram af þessari skemmtilegu orku. Og það virkar vegna þess að fólk kann að meta það. Og fjölmiðla ætti að hafa þetta í huga, segir þau. Bara allir. Eitthvað, ég veit ekki einu sinni hvert ég er að fara með þetta, en svona því við erum að tala þetta hérna, þá held ég að við þurfum einhvern veginn að feta einhverja blöndu þar sem að fólk upplifir að það sé verið að koma því á óvart. Vegna þeirra hörðu athygli sem hörðu samkeppni sem athygli okkar, meðal annars kannski. Vilt þú slá botnin í þessa umræðu? Nei, þú spurðir hvort að ríkisstjórnin myndi fá svona aðra taktiríku, Ég held að Mogginn og Viðskiptablaðið og þessi svona hörðu hægri blöð gefið svolítið tóninn og hafi áhrif á síðan Ríkisútvarpið. Ég held líka að því vorum að tala um svona podcast og ef við skoðið skúrval á podcastum að því að allt kostar eitthvað og þau sem eru verða til og lifa oft þau sem eru studd af einhverjum penningaköllum. Þau bara hlustu á hverjir að auglýsa á podcastu sem eru að útvarpa mjög hægri sinni skoðunum, að það mun líka hafa áhrif. Þannig að ég held að þessi ríkisstjórn muni fá svolítið öðruvísi sess þegar framlíða stundir og það verði svona ekki alveg sama svona ráðherrann í settinu eins og hefur verið þegar valdaflokkarnir við völd. Ég held að það bara samfélagið sem við lifum í. Þetta svona þessi ríkisstjórn aðeins á skjön við valdaflokkarnir og ég held að við munum bara finna það. Einmitt. Heyrðu, búið að vera mjög gaman að spjalla við ykkur. Ég veit að sum ykkar þurfið að rjúka á fundi og við erum aðeins búin að svindla með þessa á tímanum en Jón Ferdinand, Gunnhildur Guðmundur og Gunnar Smári, kæru þakki fyrir komuna. Það væri kannski bara hugmynd að vera með umræðu fjölmiðlun og fréttamennsku einu sinni í viku, kannski bara hrindum við því af stað núna á samstöðinni, bara þakka fundið það Smári, þetta var svo gaman. En sá fræjum, heyrður það? Hann hugsuð? Já, hann hugsuð. En ykkur áhorfendur góðir, þakka ég samfylgdina og þið hlustendur einnig, takk fyrir að vera með okkur. Við förum í aðra sálma nú við Rauða borðið, ekki fara langt. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Við ætlum að ræða hér kynþáttafordóma, rasisma á Íslandi og hingað eru komnir tveir menn. Það Tryggvi Skeving Thorsteinsson og Snorri Sturluson og það svo vill til að þið eigið báðir brún börn. Og hafið í gegnum þau orðið var við svona rasisma og kannski ekki síst í skólakerfinu. Við ræddum hérna saman fyrir kannski rúma ári eða eitthvað það bil. Og þið sögðu mér svona frá reynslu ykkar barna og ég man ekki hvernig við enduðum, hvort þau höfðu svona trúum að eitthvað gæti þokast og breyst og það er svona, þetta er mjög gaman bara að endurtaka samtalið að hvað eitthvað breyst. Taka stöðuna? Já, ég meina þegar maður gekk hérna út fyrir þessum tíma þá var maður bara bjartsýnn. Og það í rauninni enn sko, ég meina maður sér að það hægt að gera bara mjög mikið til að bæta eða losa sig við þessa meinsemd sem í samfélaginu bara almennt. Og en það sem að ég hef lært það í rauninni að sem sagt mér finnst vera alveg svakalega mikið meðvitundarleysi gagnvart kynþáttafordómum. Og ég einhvern veginn upplifi sko sem sagt hvíta meirihlutann að hann bara fullur af sem sagt hræðslu
og minnimáttakend og vanmætti gagnvart fólki sem er með erlenda bakgrunn og kemur annars staðar frá. Minnimáttakend þannig að hann grunar að innfluttu aðkomnu eða sem eru öðruvísi og eitthvað nátt séu ögrun ógn. Já, stíga á tæknar. Getur tekið eitthvað af mér sem ég hef. Já. Sigra mig í einhverju. Nákvæmlega. Það akkurat það sem ég upplifi í skólakerfinu. Sko. Þannig að mér finnst eins og til dæmis skólayfirvöld og þá ég nú að tala skóla- og frístundasvið á landinu að þau þurfi að nálgast þetta á þessum forsendum að þú veist hvíti meirihlutinn, hann þurfi fræðslu. Það þarf að taka utan hann og kenna honum að sýna fólki sem er með annan bakgrunn, virðingu og almenna kurteisi. Þetta er ekkert svo sem flóknar en það sko. Að vandinn er þá rasisminn, eða kynþáttafordómarnir. Já. Og það eru hinnir hvítu sem að hafa hann, eða ekki? Jú. Hinnir bleiku. Já. Já. Laxableiku. Já. Það er vandamálið. Já. Það er vandamálið, já. En ef við byrja þar og þú segir að þessi meðvitundaleysi, þannig að þá getur maður hugsað að stór hluti hinna hvítu eru ekki svona virkir rasistar eða eru ekki að flagga kynþáttafordómum sínum en eru meðvitundalausir fyrir því sem að hinir gera, sem er kannski minni hluti. Nákvæmlega. Og styður raunverulega rasismann með því. Er það einhvern veginn þannig sem að... Já, algjörlega. Ég held að þögli meiri hlutin sé, ég held að meiri hluti fólk sé og það sýndi sem nú reyndar að vera áhugavert í kosningabaráttunum núna sko, þess að maður fór á stað með svona, maður átti, fór svona ískíkilega á stað með miklum svona útlendinga fordóma áróðri sko, svona frá bara dálítið breiðu sviði stjórnmáluna. En svo dró úr því þegar kom skoðanakönnun sem að sýndi að þetta var nú bara ekkert sem að flesti kjósendur höfðu neina ágjör af sko. Það var mikill minnihluti og svoleiðis sko, þannig að ég held að þetta sé rosa mikið þannig eins og þú varst að segja í raun og veru bara að það er ofsalega mikið af fólki sem er ekki með fordóma, hefur ekkert sérstaklega ágjör af þessu, en það er heldur ekki að fara að gera neitt í málu. En þeirra afstæði þá svo að við erum hvíta fólkið og þið eruð að koma inn til okkar og auðvitað er það þannig að hluti af okkur er með svona fordóma og það tekur bara tíma fyrir þau að læra og aðlaga sig og þið verði bara að setja ykkur við það þó svo að ógnin beinist að börnunum ykkar til dæmis og skaði mjög líf þeirra að þá er svigrúmið sem að hinn þöggli, hann er ekki þögglar en þetta að hann gefur þeim sem flaggar rasisma raunverulega ótrúlegt svigrum. Já og líka bara þetta afskipta leysi sko, ef þú sérði einhvern beittan óréttlæti, þú veist, tala niður til hans eða kynþáttur hans smættaður sko. Viltu sem sagt, mér finnst að börn eigi að taka afstöðu eins og til dæmis það að bara við bjóðum ekki engum upp á svona framkomu. Þú veist, það þarf að sem sagt, vera með ákveðna innrætingu hvað það varðar. En er þetta ekki haldaði fram að þegar fólk labba framjá og sér brúnan dreng beittan órétti að þá labbar það framjá. Já. En kannski ef það væri verið að aðdýra hann fyrir að vera, ég veit ekki, feitur eða... Já, eða verið að banka í hann eða eitthvað. Eða fatlaður eða... Er það þannig að anduðin gegn hörnslit eða fólki af öðrum uppruna að það hafi meira pláss? Já, ég upplifi það. Helvítis hommiðin, það er þið kannski myndum að stoppa en af því að vera að segja bara eitthvað varðandi kynþátt eða húðlit að þá sé það látið slæta. Já, ég held að öll svona réttindabarátta, ég held að hún snúist nú bara alltaf það sama. Það er eitthvað sem hefur valdið og það er eitthvað sem er minnumáttar. Þetta er ekkert öðruvísi heldur en bara kvenréttindabaráttan og svo framvegis, sko. Þú veist að við erum komin, þú veist, ansi langt hvað það varðar og það er ekkert að fara með rosa langt tilbaka til þess að sjá bara algjör hliðstæðu í þessu og fordómum gagnvart bæði útlendingum svo sem hvaðan sem er en sérstaklega
af öðrum uppruna sem sagt af öðrum hörundslit sko. Það er ekkert öðruvísi við þetta í mínum huga sko og og þetta ekki sko og þetta birtingamyndirnar eru, þú veist, ekkert svona augljósar kannski eins og þú varst að lýsa sko, þú veist, það bara opaslega mikil það gengið fram hjá fólki, það er hunsað og fær ekki tækifæri og svo framvegis, það ekkert endilega það sé, þú veist, ef að einhver staðar skapast orðræða það sem að fólk bara með n-orðið á milljón eitthvað svona, þá held ég að það sé nú alveg, þú veist, svona meiri líkur en minni á að eitthvað skerist í leikin eða þú veist að það sé eitthvað sagt og eitthvað gert sko. Það hefur komið fyrir í skólunum hjá krakkunum mínum sko að það var eitthvað strákur sem að leta þetta orð falla og strákurinn okkar segja eitthvað frá því og við bara tölum í skólan og það er gert eitthvað í því. En það er bara svona margt annað sem að er sko sem að gerist og þetta er bara það sama þess að vísa ég bara í kvenréttindabaráttunni. Það er bara þessi bara glerþakið og allt þetta skilur sem að er ekkert sem að er svona algjörlega borðleggjandi og augljóst og þetta eru hlutir sem að eins og segi, við höfum náð miklum árangri með á því sviði og við þurfum bara að halda því áfram á öðrum sviðum sko. Já, það sem ég skil ekki er hvað þetta gengur hægt í rauninni því að nú eru kynþáttafordómar ekkert nýjar að nálinni og jú, kannski á Íslandi en mér finnst þetta sem sagt, mér finnst sko viðbrögð samfélagsins, eins og til dæmis skólasamfélagsins við svona framkomu að mér finnst þau svo veik þetta er tekið svo léttvægt og það kannski kristallast svolítið í pósti sko sem að ég hef fengið frá skólayfirvöldum að þar til dæmis þegar er verið að tala um ofbeldi eða eru pústrar og eitthvað svoleiðis að þá er sagt já, barnið þitt beitti þennan ofbeldi og það er bara tekið svolítið sterkt til orða. Svo hefur líka fengið póst frá sko sömu skólayfirvöldum þar sem að rætt er sem sagt að það leiðilega tilvik kom upp á skólalóðin í dag að einhver sagði að barnið þitt væri abi og gerði abaljóð og það var leiðilegt en þetta er náttúrulega bara ofbeldi og ósættanlega framkoma í garð viðkomandi barns. Það veiri svona þól gagnvart slíku ofbeldi sem beinist gagnvart þessum minnihlutahópi heldur en kannski öðrum minnihlutahópum. Já, og þá spyr maður sig, sko, er þetta eitthvað meðvindaleysi eða hvað er þetta? Sko, mér finnst, sko, Tryggvi, þú leggur svona áherslu á það sem að þetta bara birtist í svona augljósri mynd. En þú leggur áherslu á svona hið ósagða og vísar í kvennabaráttuna og þá getum við bara rifjað upp að ég heyri ekkert hvað þú ert að segja, þú veist að þú ert kona og það bara, þú ert að reyna að koma ykkur fram á fundum og heyri bara stærsti hluti fundarins er bara ekkert að hlusta á þig eða jafnvel það sem þú ert að segja er einhvern veginn sett í samhengi við að þú sért kona eða brúnn og þar undir göttunum og þú færð ekki framgang og það er aldrei þegar að velja sko hverja ég vera gjaldkeri í húsfélagsins að þá gekk fram hjá því að við þekkjum þetta og þannig að þá erum við kannski með hennan meirihluta, hennan hvíta, þá er hann annars vegar sá sem eru bara virkir í rasisma og geta beitt ofbeldi í orðum og gjörðum og svo erum við og stór hluti lætur það viðgangast á þess að bregðast við ekki alveg í hinu grófasta eins og Snorri en síðan erum við kannski með miklu ofar sem að taka þátt í þessu svona að ef þú ert svona litinn þá ertu alltaf svona aðskota hlutur í okkar samhengi og það er þannig ekki, við heyrum ekki eins skýrt hvað þetta segja, af því að þú ert ekki, þú ert þessu útlendingur, við þekkjum það alveg, það skiptir minna máli hvað útlendingur segir. Já, algjörlega sko. Já, algjörlega, og svo er þetta, og ég, þú veist, andstætt við þig Tryggvi, sko, ég hef ekki alveg þessa reynslu, ég hef bara verið, sko, heppnari sennilega heldur en þú, sko, bara með umhverfið eða skóla eða eitthvað sko, það getur náttúrulega verið alls konar sko og svo er þetta þú veist, það er auðvitað munur á því hvar maður er og þú veist, fólk tekur bara mismunandi á hlutunum, það er auðvitað staðreynd sko, en þannig að ég hef ekki alveg sko
eða strákarnir mínir ekki alveg rekið mér svona harkalega á sko. Ekki það við vitum allavega, ekki fyrir utan þetta eina atvik sem ég myndist á sko. Og hluti að því reyndar sá að við tókum strákan okkar út úr sem sagt grunnskólakerfinu í Reykjavík og fórum með þá inn í einkaskóla sem alþjóðlegur skóli. Það sem mjög mikið af þess að mér bara fólk allstaðar á heiminum sko. Talsvert mikið af fólki með annan hörundslit en hvítan og þar bara, og það kennararnir eru flestir útlendingar eða ef ekki allir og þar bara allt annað umhverfi og þar í fyrsta lagi sko samsetningin á fólkinu þar allt önnur, bæði í starfsfólkinu og í nemendunum og foreldrunum, en það eru líka bara allt aðrar reglurar almennt háttsemi, hegðun, aga og slíka hluti og það þetta önnur umræða dálítið líka sko en tengist þessu samt sko og það ég var nú bara að lesa það í Vísi bara rétt áðan sko að það skólastjóri sem kemur fram og segir að agaleysi í íslenskum skólum algjörlega óbáðlegt og mér blöskraði það þegar ég flutti heim frá Bandaríkjunum að labba inn í íslenskan skóla og sjá kaosið sem var í gangi þar. Þetta var bara fullkomin glundróði og börnin voru við stjórnina. Hinn fullorðnir læddust bókstaflega með veggjum meðan að krakkarnir að slást á skólagöngunum. Í svona umhverfi náttúrulega, hvernig ætlar að framfylgja einhverju svona eins og þú ert að lenda í skilur þegar að það er bara engin virðing borið fyrir yfirvaldinu og stjórnendunum og það er bara allt í steik og þannig að þetta tvennt skilur pointi sem ég er að reyna koma fram með þessu það að við löpum inn í allt öðru sér umhverfi í skólamálum sem sagt eftir 1 ár í venjulegum íslenskum skóla í venjulegum íslenskum reykvískum grunnskóla sko og þar fundum við umhverfi sem var miklu nær og náttúrulega bara mjög nálægt í sem við þekktum úr grunnskóla sem sagt public school bara í Brooklyn sko og þar sem er ægi, það borin virðing fyrir kennurunum, það farið eftir reglum, það ekki bara eitthvað svona glundróði eins og ég man svo vel eftir úr grunnskóla í Reykjavík sko. Það virðist bara að því miður ekkert hafa breyst mikið sko. Mín börn enduð öll í sko litlum skólum og meðal hans út af þessu að bara þegar komið yfir ólingsárin að þá sko skólalóðin alveg rosaleg sko. Ef það ekki ykkur ægi í skólanum og svona og í þessum stærri skólum að þá þekki ég enga skóla þessum að það sko. Þá þetta eins og ástand sem að þú ert að lýsa. En ég veit ekki alveg hvort að það séu bara sko reglurnar sem í þessum sérstakaskóla eða hvort það getur líka verið bara heildin að við kunnum ekki að halda utanum svona það sem eru kannski 4 bekkir í árgangi eða 3 og allir saman út í frímínútum. Og það náttúrulega gildir lög frumskógarins. Já, og það náttúrulega þrífst svona óværa alveg. En það svona stærri umræða kannski skólakerfi. Þetta er samt tengt. Þetta er tengt, ekki spurning. Þetta er náttúrulega ákvörðun þá meirihlutans að bregðast ekki, að ganga ekki þannig frá skólalóðinni að hún sé örugt svæði fyrir þá sem að tilheyra minnihlutanum. En svo sem mjög áhugavert sem að þú lendi í Tryggvi og sagði mig frá sko að og ég held að við höfum eitthvað snert á þessu líka þegar við lendum í þessu atviki sem ég sagði frá áðan að sko að það er þetta með sko að það er ekki sko ofbeldi eða sem sagt hegðun sem sagt ofbeldi eða eineltis hegðun sem snýst kynþátt hún ekki skráð sérstaklega þetta er bara sett undir einhvern eineltis hatt og það var ekki vilji þegar þú lendir í það var ekki vilji fyrir þú getur að segja þess að sögu þetta miklu betur en ég og það er svona eins og að þú veist að fólk ekki tilbúið til að horfast í augu við þetta sé í gangi já þetta er bara eitthvað þú veist síðan svona krakkar eru krakkar og þú veist það er bara að skikka þau til eitthvað svona almennt og það er ekki svona vilji til að taka á þessu vandamáli sérstaklega. Akkur haldið það sé að þar með séu við að gera þessu vandamáli herra undir höfðu heldur en öðrum eða Nei, sko, ég er búin að vera í mikilli baráttu við skólayfirvöldum að fá þetta skráð og þú og hef gengið ansi hart fram hvað það varðar og mín upplifun svo sko að í rauninni sko sé þessi hræðsla við að
þau börn sem að verða uppvísa svona, að þetta fylgi þeim í gegnum sem sagt ferilinn, þetta fer á ferilskrána. Og þar eiginlega endar þetta í rauninni, sko. En mér finnst bara alveg glórulaust á þessum tímum að það sé ekki til neinn tölfræði yfir akkurat þessi atvik. Reykjavík á ekki neina tölfræði. Hvað þetta varðar. Og þarna erum við bara aftur með hliðstæðu við sem ég sagði áðan, kvenréttindabaráttuna, skilur, og það að sko, þá talaði sko, já, við getum ekki verið að kæra þennan mann fyrir nauðgun, ég meina þetta mun eyðileggja starfsferil hans og svo framvegis. Það er ekkert að hugsa gerandan, það er bara að hugsa gerandan, sko. Af því að gerandinn er meirihlutinn og gerandinn er við stjórn, hann er valdið í sjálfu sér, sko. Það verður að hafa svigrúm til þess að nota það og beita því, eins og við höfum gert hingað til. Já. Nei, og eins og ég segi, sko, þú veist, þegar menn er ekki með þessa tölfræði, þá í rauninni ekki áttaði sig ekki á vandamálun. Og mér finnst þetta bara að vera einhvern svona strútseðli að stinga bara hausnum í sandin og segja bara, þetta er ekki til. Og öll mín samskipti eins og til dæmis við, skóla- og frístundasvið, sem að hafa verið ansi hörð á köflum, sko, eru í rauninni þau að, hafa engan áhuga á þessu. Það verður bara að segjast eins og þér. Heldur þú hafi ekki áhuga á þessu eða heldur þú séu bara að ýta frá sér svona öllu áreiti eins og ég veit ekki með ykkur en stundu fær maður á tilfinningur þegar maður að eiga við þau opinbera það sé alltaf verið að bara reyna að ýta menn út úr biðstofunni það sé bara eiginlega sagði með maður sem gerði könnun á dómsmálaráðuneytinu fyrir 35 árum. Það var algengasta orðið hjá starfsfólkinu var bögg. Það upplöðulega öll erindi almenning sem bögg. Heldur að viðbröð þín snúist sérstaklega þessu máli eða er þetta viðbröð bara nefndarsviðsins að ýta bara öllu, þú ert bara bögg eins og erindi hans eða hins eða? Já, mér finnst það mörgu leyti, sko, og það sem er líka óþægilegt er að upplifa þessa tilfinningu að, sko, það er eins og skóla- og frístundasvið bara segi, það er ekki kynþáttafordómar í skólunum okkar. Allt brefsefni og þess áttar sem kemur frá sviðinu er akkurat svona skrifað á þann hátt að þú veist að maður upplifir það eins og að það sé ekki til staðar, maður sé bara að fabulera. En nú finnst mér það ótrúlegt út að segja þetta að sá sem skrifar þetta bréf trúi því í einlægni. Að kynþáttafordómar sé ekki vandamál í íslensku skólakerfi eða út á skólalóðinni. Já, en til dæmis þegar bara sem ágætis dæmi að þú veist, ég upplifi kynþáttafordóma og mér finnst ekki vera að tekið nógu vel á þeim. Ég sný mér að yfirmanni skólan sem er skóla- og frístundasvið. Og þar kemur bara skýrt fram í brefsefni að þú veist að þetta sviðið líti ekki á þetta sem kynþáttafordóma og í rauninni sem sagt standi bara með skólanum í einu og öllu. Þannig þú ert afgreiður svona eins og Hveravald sem að tuða yfir einhverju sem ekkert er. Já, það er mín upplifun. Þú skiljir ekki málið. Já, það er mín upplifun. Skólinn stendur, skóla- og frístundasvið stendur alltaf með skólan. Hann í rauninni segir ekki, heyrðu, ok, þetta er ekki gott, við ætlum að skoða þetta. Það kemur aldrei neitt svoleið, sko, þú veist. En nú hafa orðið breytingar í samfélaginu og maður gæti sagt því svo að fyrir kannski 20-25 árum og þá væri kannski eðlilegt að skóli hefði ekki einhverja svona einhverja ferla eða viðbragðsáætlun eða hvað þetta er kallað við að mæta kynþáttafordómum í skólastarfinu. En Ísland hefur breytt mikið og er fólk af alls konar uppruna, bæði brúnt fólk sem má rekja til Afríku og Norður Afríkanar og alls konar fólk sem ber með sér að það er af öðrum uppruna. Og það að taka á þessu er svolítið mikið mál og ég meina þú þarft að setja þig svolítið inn í þetta og kannski auðveldast að fara til Bandaríkjanna sem að hafa kannski svona lengstur reynslu af því að eiga við þetta með einhverjum hætti. Mér sýnist það svona þegar maður er að horfa á samanburðin á að það er opin umræð rasisma er í Bandaríkjunum á meðan hún er mjög veik í Evrópu út all lönd og menn geta bara hafnað því að rasismi skiptir einhverju máli þótt að virði
virðist svona auðvitað frá síðan alveg vera augljóst eins og rasismi gagnvart múslimum í Frakklandi og í Danmörku og eitthvað starf víða. Þannig að þetta er stórt og mikið mál og kannski getur maður sagt ef maður horfir svona kannski eðlilegt að einhver einn skólastjóri sem er kannski með 2-3 bekki í hverjum árgangi að hann einhvern veginn bara innleiði eitthvað svona þannig að maður myndi ætla að þetta ætti að koma þá að utan og þannig er það oft með vernd minnihlutahópa að þeir fá meiri vernd í borgin en í þorpinu, þeir kannast við það og ég meina hommanir okkar flúðu til Danmörku bara til þess að geta að lifa og þú veist að þess að vera landur út á götu eða bara fá að vera til þannig að oft er það sko verndin ætti að koma eitthvað starf ofan. Verndin þarf sko en hún gerir það ekki. Hún þarf að gera það algjörlega af því að sko þetta er sko rasismi er náttúrulega búin til að hvítu fólki. Það er bara staðreynd, það er bara samþykkt. Við eigum þetta með húð og hári. Við eigum þetta með húð og hári og það erum við sem þurfum að laga það. En við höfum náttúrulega, og það tilhneigingin er auðvitað að kasta þessu tilbaka og segja, heyrðu þetta er bara ykkar vandamál, þið þurfum að díla við þetta. Og sem er bara dálítið það sem að þú ert að upplifa held ég. Já. Og þetta er ómeðvitað. Þetta er ekki eitthvað sem og það er einmitt ómeðvitað. Þú veist, það er meðvitað. Það er bara ekki, fólk fattar þetta ekki. Meðvitaðleysi er svona hugsunarleysi. Sko. Já. Og þú kannski ert í stöðu þar sem þú vinnur við að hafa hugsað þetta. Þannig að þú hefur eiginlega ekki alveg skjóli því að vera blankur. Ég held ég hefði sagt ykkur frá því þegar dóttir mín fór og kvartaði við rasisma í, heldur að það verið 12 ára bekk í Östurbæðaskóla. Og viðbröðin sem hún lýsti hérna fyrir okkur var hérna, já, hvað finnst þér að eiga að gera skólastjórum við 12 ára barn? Já, nákvæmlega. Já, en það er ekki alveg skjól í þessu hugsun. Nei, sjálfsögðu ekki, það er ekkert skjól í því, ég er ekki að segja það sko, ég er að segja að þetta er svona bara, þetta er dálítið bara staðan sko, og hérna, og sko, og svo bara svo að það sé sagt, ég er vissum að það er fullt af góðum hlutum sem gera svo sem líka sko, við erum að fókusera dálítið á það sem að illa fer sko, og hérna, og það er auðvitað ömurlegt og við viljum gera betur og hérna en svo er örgulega eins og segir, þú veist, þetta fer örgulega mjög mikið eftir skiluru hérna þeim sem að ráða á hvernig stað og hvernig tekið á því og svona, því að það eru náttúrulega er ekki alveg til ferlar til að díla við þetta sko. En ætti það ekki koma bara frá menntamálaráðuneytinu? Það ætti algjörlega að gera það sko, ég er nú bara að segja að þetta er örgulega ekki allt slæmt skiluru en það vantar stefnu í þessu, það er alveg ljóst sko. Já. Og skráningu. Fyrst að við ætlum að leysa vandamál þá þurfum við að þekkja það. Já, það vantar upplýsingar og það vantar fræðslu og einmitt, þetta helst í hendur, það þarf að vera til staðar hérna, einhver þekking á málunu til þess að geta að díla við það sko. Og það er það sem að hérna, hefur ekki tekist að koma mjög sterkt inn sko. Nú þekki ég ekki hvernig svo sem reglur eða neitt eru í þessum málum sko, þú þekkja kannski betur en ég Tryggvi. Já, það var nú kom út skýrsla eða einhver samantekt frá einhverju starfshópi á Reykjavíkurborg fyrir 2 árum, held ég, minni mig, frekar en í fyrra, sem tekur á þessu en síðan hef ég ekki heyrt neitt meir hvað það var. Tók hvernig þessu? Semst, þetta var bara fyrir held ég öll skólastigin og það var semst farið einhverju ferilgreiningu og þess áttar. En ég held að þetta sé ennþá bara plagg, þetta er ekkert komið til hérna framkvæmdar í skólunum. Ég allavega ekki séð neitt við líka þar. En talandi þetta sko að þú veist þetta þurfa að koma ofanfrá að þar er ég alveg hjartanlega sammála því að í skólakerfinu er náttúrulega fullt að góðu og hæfu starfsfólki sem vill gera vel sko en í rauninni sko fær það ekki tækið eða tólin til að meðhöndla svona og nú skipti strákurinn skóla eða fór yfir í unglingaskóla núna í haust og þar er til dæmis mjög mikil skilningur á þessu og bara rétt fyrir jóla þar kom skólastjórinn til mín og sagði bara að hann hefði heyrt svona rasískt tal á göngunum og hann lítið það bara mjög alvarlegum augum og var mjög hugsi yfir þessu tali sem hann var að vitni að þú veist hann. Snorri, þú nefnir kvennarhreyfinguna og við getum hreyfingu hérna, samkynniðra og fyrir hérna gegn fordómum sem er alltaf hluti af þessu og það er líka en þetta eru sko öflugar hreyfingar sem að börðust fyrir þessu, það var ekki þannig að kerfið það var ekki fundur einhver staðar í einhver ráðuneyti sem ákvað að breyta einhvern veginn línunni gagnvart samkynniðra, það var ekki þannig sko, það var bara barist fyrir þessu og við vorum með málsvar og eitthvað fleira
Þessi hópur, hann á ekki málsvara. Nei. Þetta er náttúrulega ofsalega nýtt fyrir okkur, sko. Þetta er alveg sko splungu nýtt vandamál á Íslandi, sko. Og það er bara rétt svona farið að dálítið úkku upp, sko. Auðvitað hafa verið einangruð atviku hitt og þetta ekki tíðina, efast ég ekki sko, en svona að þetta sé svona, þú veist, við erum náttúrulega bara, þú veist, að díla við það, þú veist, að síðustu 25 árum eða svo hefur bara útlendingum í landinu fjölgað sko fleiri 1000% sjálfsagt, sko. Og þannig að þetta er alveg sprungu nýtt fyrir okkur og við erum auðvitað að reka okkur á veggi og því miður auðvitað erum við ekki að læra neitt rosalega mikið af reynslu annara eða taka mikið lærdóm frá því að þetta er náttúrulega bara búið að vera að gerast allstaðar í Evrópu í mjög langan tíma og við þekkjum þetta bara mjög vel frá Norðurlöndunum, þannig að það búið að vera í fréttum frá Danmörku og Svíþjóð og Noregi í marga áratugi, sko, og Þýskalandi og víðar. Og við lifum náttúrulega með annan fótinn inn í sko bandarísku menningarheimi og þar ættum við að þekki þetta. Já, ég veit nú ekki hversu mikið ég myndi nota Bandaríkin sem fyrirmynd í þessum málum, sko. Nei, ég er bara þetta fyrirbrigði sér til. Já, algjörlega. Það er miklu betra. Ég er ekki að hafa þið fram að Bandaríkjum sem gera allt rétt, sko. Þetta eru þeir kannski gróðrarstríða rasismál, sko. Já, algjörlega. En það er vitundin í almennri umræðu að það sé hægt að ræða þetta sem að mér finnst að vera, Evrópa að vera langt á eftir það. Vonandi mun að Evrópa ná þeirri umræðu upp og koma með aðra lustir en Bandaríkjunum. Það er miklu kraftur í umræðu þetta náttúrulega, þetta er miklu meira á yfirborðinu þar. Miklu meira á yfirborðinu þar, sko. Já, og svo til dæmis einhvern veginn nærat ekki eins og ég fast sláandi varðandi í aðdraganda kosningana að þar var talað kvenréttindabaráttu, baráttu samkynhneigða, en það myndist enginn á baráttu. En við erum stolt af því að vera heimsmeistarar í þessu tvennu. Já, en er það ekki bara... Höldu því næstu í fram, ég held að sé stundum talað að við séum uppstar í öðru sæti í einhverjum lista hjá samkynniðum og oft erum við að skora hæðst í kvenfrelsi. Jú. Og þetta er þjóðarstolt. Já. En eins og við þá ekki bara orðið heimsmeistarar í... En eins og þú segir, það þarf baráttu fyrir þessu. Þetta er ekki bara að gera, þú veist, það er eitt sem að við vitum völd, að það sleppir engin tökum á völdum á þess að neyðist til þess. Það virðist vera bara þannig. Allavega engin valda hópur. Og þetta eru raunverulega bara völd. Þú talar ótta, sko. Þessi ótti og vanmáttur gagvart þegar óttin snýst einmitt þetta að missa tök á eitthvað sem við höfum til einhvers annars. Og þetta er náttúrulega algjörlega hjá einum almenna Íslendingi, hann hristi bara hausinn og segir nei. Af því þetta er algjörlega ómeðvitað. En þetta er samt sem áður bara staðreynd og þú veist reynsla annar þjóða og rannsóknir fræðimanna á annað sína bara fram á það að þetta er þannig og ég vitna oft í bók sem ég las sem heitir White Privilege og er eins og önnur mannanna verk alls ekkert gallalaust bók, sko, en hún varpar ótrúlega áhugaverðu ljósi á það hvers vegna hvítt fólk bregst við á þennan hátt sem við erum að tala með því að vera svona passíft. Og kjarnin í því er sá að þegar að fólk bendir á að, heyrðu, þetta er nú, þetta er rasíst viðhorf eða þetta er rasíst, eða þetta eru fordómar, að þá, að því að sagan okkar er þannig að við erum búin að hegða okkur á þennan hátt ansi lengi, þannig að ef við samþykjum það að einhver ákveðin hlutir sem eru svona ekki þessi top level, sko, aggressífu rasíska hegðun, sko, heldur þessi meira passífa, að ef við samþykjum það að hann eða hún hafi verið að gera eða segja eitthvað rasíst, þá erum við að segja að við séum það líka, að því að við vitum að við erum segum þetta. Og þetta er ótrúlega, og þess vegna förum við ofboðslega oft, og það er eitthvað leiti held ég það sem þú ert að upplifa, þess vegna förum við í vörn fyrir kerfin okkar, við förum í vörn fyrir það hvernig þetta hefur alltaf verið svona. Og líka bara svona daglega hegðun eins og það er kannski mjög skýrt þegar fólk er að verja sko húmor, að hlæja einhverjum stereotypískum homma eða einhverjum blondínu brandara eða típist dæmi.
og þá segir fólk sko, hvað má ég, eins og þessi vera að taka eitthvað af því og það akkurat þessi varnabröð sem viðbröð sem þú ert að lýsa, því að gangast við því að þá ertu eiginlega að gangast við allir hlátrinum sko. Og staðrindin bara svo að ég hef átt þetta samtala við margar sko og sumir sem eru svona viðsýnt viðsýnt fólk, þau fatta þetta, já einmitt og segja svo bara líkulega þegar ég lít til sögunar og þegar ég lít til umhverfisins sem ég elst upp í þá væri óeðlilegt að ég hefði ekki rasíska tendensa af því að allt sem við höfum verið mötuð á gegnum æfina svo að hvíti maðurinn sé betri heldur en allir aðrir. Það er bara þess vegna svo mikilvægt að byrja strax í skólakerfinu að innleiða í rauninni hvíta meirihlutann þannig að innleiða hjá hvíta meirihlutanum að þetta sé ekki hættulegt. Þú þurfir ekki að fara í vörn. Þetta sé bara, brúnt fólk bara fólk eins og við. Það alveg jafn gáað og það alveg jafn gott í íþróttum og svo mætti lengi og skapa þá svona farveg fyrir nýjan kultúr hjá svona meginþorranum. Já. Þetta mun ekki laga þann sem að fer síðan heim til sín og þarf að hlusta á rasíska foreldra sína. Nei, og ég held að við náum aldrei að laga það sko, en leiðu úr komið með hann að þögla meirihluta á þitt band og hann lætur ekki bjóða þessi svona framkomu. Þá held ég að þessi litli minnihluti, rasíski, að hann bara minki og minki, minna. Og fær ekki frítt spil. Nei, og fær ekki að skapa meiri eyðileggingu og fólk fær að vera í friði fyrir honum. Já. Þeir geta verið í sínu hotni eitthvað staðar að praktisera sína fordóma skilur en ég meina eins og við sjáum bara því að nú verða setja Trump í embætti í gær, ég meina við sjáum bara hvað gerist þegar að þessum röddum ljáð þegar fólk fær plattform lögmæti, eins og sagt lögmæti, þetta bara springur eins og Íslands stjórnmálastétt gerði að mörguleiti, síðastliðin 2 ár með auknum þunga. Má ég spyrja ykkur að því að ég nefna þetta lögmæti, þar sem að sko ráða fólk opnar svona fyrir að það kalla hundablístur ef þau eru ekki meðvitað að reyna að laga til sín atkvæði, kannski bara rasískt fólk að það sem er verið að tala innflytjendur og fólk oft frá sem við kalla ólíkur menningarheimi eins og formaður Sjálfstæðisflokksins orðaða að upplifið þið á ykkar heimili að þessi umræða sé ógn við ykkar öryggi og barnan ykkar? Sko ekki ég persónulega. Ég sé í gegnum þetta. Ég veit hvað þetta er og ég bjó náttúrulega í Bandaríkjunum lengi. Kona mín svört frá Suðurríkjum Bandaríkjana. Ekkert af þessu nýtt fyrir hvorki henni né mér. Og sko þrátt fyrir allt þá þetta nú ekkert svo slæmt á Íslandi. Gæti verið miklu verra og verið miklu verra mjög víða. Við megum alveg vera þakklátt fyrir það. Þó að sé þetta ömurlegt að lenda í hlutum eins og sonur þinn að lenda í, skilur. Það að ég segi það að þetta sé betra hér, það hjálpar því ekkert, skilur. Ég skil það alveg fullkomlega, sjálfsögðu. En sko, nei, ég upplýði ekki neina ógn þannig persónulega, en ég veit að ég skil alveg hættuna í þessu og ég skil alveg sko að ógnin miklu meiri hjá sko þeim sem eru verð staddir en ég. Ég hafði þann lúksus að ég gat skipt skóla fyrir strákana mína og skilur, þú veist, ég hef það mjög gott og mín fjölskylda við höfum það mjög gott, en það alls ekki allir þar. Og þegar við erum að tala flóttafólk frá Sýrlandi eða Palestínu eða eitthvað slíkt, skilur, það þar sem að hættan ógnin þú veist. Ég er forréttindamanni. Þannig að það ekki þannig þegar það kemur frétt einhver stjórnmálamann sem að segja eitthvað svona, þá komið svona hugsun, holy shit, nú byrjar þetta sko. Hættan sér svo að þetta gæti sko bara opnað eitthvað orði verra og þú veist, og ég þá að vísa til eitthvað sem að þú ert eiginlega á vaktinni, þannig að þú varst eiginlega ekki að hlusta á fréttinnar og allt í einu heyrur þetta, af því að þetta viðvarandi ógn að þetta getur sprungið út í eitthvað sko, af því að þetta svo þunnt lag.
Vissulega, en það fyrir mína parta er að þá hugsa ég meira þessa viðkvæmari þegna sko, sem eru miklu viðkvæmari fyrir þessu, hafa minna bakland. Tryggvi, stuðar þessu umræða þig? Já, hún gerir það í rauninni sko, og ég verð bara hálft dapur að svona umræða komist upp á yfirborðið, af því að eins og þú segir sko, að þú veist, þetta svo þunnt, það þarf svo lítið til að já, og ég og ég eiginlega bara fyllist bara verð sorgmættur í hjartaninu. Það svona viðbrögð þar sem að maður heyrir eitthvað sem að maður hefur ekki alveg töku yfir en svona hægt og bítandi að grafa undan manni. Þá það svona lamandi viðbrögð sem ég veit ekki hvað margir kannast við. Þetta er vanmáttur auðvitað. Vanmáttur sem þessu sem að... En svo er líka sko, svo hef ég upplifað líka nýlega mjög merkjanlega og ánægilega breytingu í viðhorfi fólks hvað varðar þessi mál, og þetta eru bara svona litli hlutir sko, bara sem að hversdagslegi hlutir í raun og veru sem hafa gerst sko. Það sem ég hef sérstaklega tekið eftir því bara fólk hefði ekki brugðist svona við fyrir 10 árum á jákvæðan hátt sem sagt. Og það er auðvitað, þú veist, þannig að það er alveg, þú veist, ég held að við séum alveg ég held að almenningur enn og aftur þessi þögli meirihluti sko, ég held að hann vilji vel og segir, þú veist, ef það er verið að tala um rasisma að þá sé fólk yfirgnæfandi meirihluti fólks bara, þú veist, nei, ég er ekki þar og ég vil það ekki og ég vil ekki að það sé. En það gerir sér ekki grein fyrir því, það skilur ekki hvað þetta þýðir sko. Það gerir sér ekki grein fyrir því, það segir að ég segi aldrei N-orðið og ég mismuna aldrei neinum, þú veist, út af húðlit eða neitt svoleið sko. En það gerir sér ekki grein fyrir því að þetta er svo miklu meira en það og að því að það einfaldlega skilur það ekki. Og það er ekkert hægt að ásaka það fyrir það beinlínis, en þetta er bara mjög flókið mál að átta sig á. Þannig að ég held að með aukinni fræðslu þá þurfum við að reyna að ná til fleiri á þennan hátt sko. Og ég sé alveg merki þess að það gerist sko. En það er að tala sko, breytingar í svona bara í menningunni og til einstaklinga. Já. En að sömuleyti erum við líka að tala svona kerfin okkar. Algjörlega. Því vorum að tala um kvennarhreyfinguna og samkynniðra og sem hafa haft öfluga réttindabaráttu og gæti með að sé þetta fyrir sig þannig að kerfin þau beygja sig undan þessari baráttu og beygja sig undir kvennabaráttuna og svo náttúrulega fjölgar svo mikið, ef við erum skólan það fjölgar svo mikið konum bara sem eru kennarar og fyrir þannig að kerfi breytist. Kannski enn meira áberandi í baráttu samkynniðra þar sem að skólakerfi á sömuriti segir já, nú erum við að gera eitthvað vitlaust hvað finnst þér ykkur að við að gera og þið kannist við það að samtöki 78 eru komin með fræðsluefni inn í skólana og þá sömuriti skólanir að gera svona og segja ég bara skil ekkert í hvað þið viljið eiginlega en ég vil bara hegða mig vel og svona þannig að ég hlýði bara en það er ekki raunverulega svona eins og kultúrísk breyting innanfrá því að þá ætti skólakerfið auðveldra með að segja já við erum að gera það sama með brúna og já og þú veist þá kemur þetta innan úr skólanum og væri eitt af megin einkennum skólana að eiga við þetta. En að sömuleyti þá eru þeir einhvern veginn svona og eru að bíða eftir því að kröfunar komum hvað á ég að gera? Já. Þið verður bara að segja mér það. Ég held að breytingar eigi sér alltaf stað svona sko. Að það er grasrótarþrýstingur sem að breytir kerfunum sko. En þá erum við að því að nú er ég að tala við 2 feður. Já. Svona eftir nokkur ára þá myndi ég kannski tala við 2 uppkomin börn af því að það er alltaf þannig að foreldrar og svo uppkomin börn geta tjáð þessi svo fátækt barna og svona, ég get ekki verið með fátækt börn í viðtölu eða ég get ekki verið með börn í viðtölum svona, þau get ekki reikið sína eigin hagsmunabaráttu. En svo ætti ég líka að vera með formann brúnna Íslendinga og gjaldkýra. Já, en sko talandi um þessi kerfi sko, að mér finnst þessi umræða sem er alltaf að kerfið sé hinsegin og kerfið sé svona að þú veist, mér finnst þetta svo auðveld útlið hvað það var þar að því að kerfið er náttúrulega mannanna verk og það er fólk sem vinnur í kerfinu og heldur því gangandi
þú veist, þannig að mér finnst ekki hægt að segja, þú veist, við getum ekki gert þetta svona af því að kerfið bara svona. Það það ekki þannig að ég allur að vilja gerður sem kennari, þá verði ég að fá stuðning eitthvað staðar með svona eitthvað prógram og fleira og því að ég get ekki farið sjálfur að kafa og rannsaka máliðum bara einn og sér. Nei. En þótt þú hefði kerfin ekki góða kennara, þá við þurfum að hafa þetta hvort að tekja, sko. Ég veit það er alveg rétt, sko. Og þar finnst mér skóla- og frístundasvið bara bregðast. Þeir taka ekki. Nú til dæmis kemur póstur frá skóla- og frístundasviði núna bara í þessari viku miðlalæsi. Mánuður miðlalæsis. Mér datt í hug. Kemur svo menningarlæsi í febrúar. Fjölmenningarlæsi mennur. Já, fjölmenningar, já. Einmitt. Þú veist, ég efast það. Og þið eru að ekki áherslu á þetta að því þetta mikilvægt og þín börn gætu átt betri daga. Þetta mjög mikilvægt og líka sko það sem líka mjög mikilvægt það og kannski ætlaði þú að fara að segja það. Þetta gott fyrir alla. Það njóta allir góðs af því þegar að réttlætið vex. Það ekkert bara fyrir okkur og börnin okkar. Það mun öllum líða betur af því að það valdefling allra að við séum öll jöfn. Það bara, þú veist, fræðslan, þú veist, að því að eins og þú sagðir áðan, sko, veist, að rótin að þessum fordómum ótti. Já, og sko það að losa fólk undan þessum ótta, það bara rosalega verðmæti, það rosalega frelsi í því fyrir alla og það mun öllum líða betur, það mun öllum ganga betur. Já, og það sem í rauninni til dæmis svíður mest að sjá sko að fyrir 7 árum gengur drengurinn kátur og hress inn í skóla, kerfið í Reykjavík. Þegar hann útskrifaðist úr þessum barnaskóla barnaskóla held ég að þetta sé kallað. Þetta grunnskóli, en grunnskóli það svona 12 ára? Já, upp að 12 ára. Þeir upp í unglingadeildir? Já, þá bara labbar hann út með brotna sjálfsmynd og hefur ekki trú á sjálfum sér í samskipti við einn henni. Það alveg bara hrikalega sorglegt að horfa upp á það. Og það bara endurtekin niðurbrot á hálfu nemenda og í rauninni sko þessi endurgjöf sem í rauninni, það segir einhver ljótt við þig eða smættar kynþáttin eða eitthvað svoleiðis. Hann þarf ekki að standa fyrir framan eða og biðjast afsökunar. Og þannig að barnið fær aldrei í rauninni endurgjöf á því að þessi hafi sagt eða hún hafi sagt eitthvað ljótt við þig og það sé banna. Hann fær ekki stuðning samfélagsins? Nei, skóla styður ekki við hann. Nei. En við lentum akkurat í þessu og þar var þetta gert nefnilega sko. Það var bara kallað til fundur. Já. Þar sem að þessi strákur og sonu minn voru bara saman og það talað þetta og honum gert grein fyrir því að þetta sé ekki í lagi. Já. Og þú veist, það var, og mér finnst það vera alveg basic, skilur, það bara alveg basic, þú veist, það að minnsta sem þú getur gert, sko. Já. En þá þarf þetta að gera grein fyrir því að þetta sé ofbeldi sem hefur þessi afleiðingar sem að Tryggvi að lýsa. Já. En það ekki almenn trú. Nei. Það svona hvað að fara að væla eitthvað við þessu og ég menn annað eins og nú gerst, það svona svolítið stemmingin og þá horfir fólk framjá því að þetta ekki bara þetta eina atvik, heldur þetta linnulaust svona smá áreiti og það sem og við erum náttúrulega hópdýr og þraut sjálfuð í því að búa til goggunaraðir og það eitthvað sem skilinn eftir hann að neðst fyrir það sem að hann ræður ekkit við. Vissulega. Og fær aldrei séns. Og hvað fáum við út úr svona kerfi, sko? Við fáum reiða og brotna einstaklinga. Akkurat. Snorri, að þú varst að segja að það sé alveg augljóst að það sé enginn að gefa, óttinn við að missa og svona sé svona blekking, að ef við búum til betra samfélag þá lyftast allir, líka meiri hlutin ef hann þó svo hann þurfa að neita sér að vera að hlæja af einhverjum tiltöku bröndurum og allir þessu. Þá finnst manni svona, og kannski ég bara, þú veist, maður horfir bara á heiminn eins og maður gerir, en mér finnst það svona eiginlega
svona undanferði kannski svona 1,5 ár hef ég verið að velta fyrir mér líka í tengslum við Sigurð Trump og þennan stjórnlausa yfirgang Elon Musk yfir bara allan heiminn einhvern veginn. Já. Það sem eiginlega hugmyndir svo að menn trúðu þessu og við ólust upp á tímum þar sem þetta var trú og ég held að það hafi verið bara trú á samfélögum Vesturlanda að við værum almennt að fara til meiri jafnaðar og það sem að meiri réttinda aldra. Akkurat. En núna finnst mér raddirnar vera orðnar svo hávara sem segja, nei, veistu það, ég hef bara engan áhuga á því. Þú veist, ég hérna með stöðu og það ekki tilvílu fyrir það að ég svíf fyrir ofan einhverja aðra og ætlar að taka af mér valdi sem ég hef einmitt til þess að niðurlægja þig eða gera eitthvað slíkt og ætlar að bara, þetta eitthvað svona þræla siðferði og fara innlega allt í nöfnum að sjá vera auglýsta fyrirlestur Nietzsche og fleira. Þar sem að þetta öfulega bara, þetta það sem eyðileggur menningun okkar. Þetta að vera alltaf að standa með hennum veika, þá verður samfélag okkar bara veikt á endanum. Við höfum að standa með hennum sterka og þá verður samfélagi sterkt. Og ég náttúrulega, ég hef aldrei heyrt svona meiri, ég man eftir þegar ég var á kannski svona 20 og svona, þetta svona ungherra derringur sem að kemur fram held ég með hverju kynslóð, maður manna aðeins eftir þessu þannig. Ég man ekki eftir þessu röddu svona sterkum bara í menningarlegri umræðu. Og þá ég að tala ekki, þú veist, hámenningarlegt eitthvað, ekki í kiljunni eða eitthvað, heldur bara í bara öllu tali. Ég hef aldrei séð þetta áður. Nei, þetta að trenda alveg big time, það engin spurning, og það náttúrulega bara, fólk búið að vera að vara við þessu, stjórnmálaspekulanti búin að vera að vara við þessu í núna góð, 10 ár það ekki, að þessi fasíska hægri sveifla sé bara mjög ókveikjandi ég meina. Já, en þá komum við kannski bara aftur af þessu sama að þú veist, þetta ekki bara ótti Vesturlanda búa við, þú veist, nú farið að þrýsta á frá til dæmis fyrirverandi nýlendum, það flyst inn fullt af fólki inn til Evrópu frá þessum nýlendum sem að búið að eða hafa aldrei náð vopnum sínum þannig að séð þannig að og þar fram eftir göttunum og þá fara menn út í einhverja svona skringilegan pólitískan hugsunarhátt sem svona fasískur og engum til gagns. Kannski söluröðan hinum megin frá ekki nógu sterk. Það var mjög gott að heyra Snorra að fara með hana og ég hugsaði með hana að fara með hana að þetta ekki oft sem að fólk fer með þessu ræðu Sem hvað? Sem um það að við hefðum öll samíðan hæga því að gefa öllum meiri séns að því meiri virðing sem að við gefum frá okkur að því betra samfélag verður í kringum okkur. Við líðum auðvitað á tímum ofboðslegrar einstaklingshyggju sem er þú veist sem að við skellum skuldinni dálítið á samfélagsmiðlana og svona hitt og þetta og peningahyggjuna, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hver orsökin en ég held að sé alveg hægt að ég held að sé fáir sem að myndu mæla því mót að við búum við ofboðslega einstaklingshyggju í dag sem sennilega meira en nokkur sinni áður sem henta betur þeim sem að eru sterkari og vilja venda réttin sterka til að kúa hinn veika. Þess vegna held ég líka að þetta að við bara konfronterum það að við erum vandamáli. Hvíti forréttindahópurinn, hann vandamálið og hann í rauninni ætti að sjá sér hagið í að lyfta upp sem sagt öllu klabbinu, öllu samfélaginu á sitt level eða. Hann að veikja og skerða sína framtíð með því að halda aftur af þeim sem ekki tilheyra einum stóra meirihluta. Og það þarf að hjálpa okkur til þess að komast þangað Já, nákvæmlega. Það þarf að hjálpa okkur til þess að viðkenna þennan ótta og að geta tekist á við hann og þetta það sem Nelson Mandela lagði mest áherslu á í samningaviðræðum sínum við hvíta minnihlutann í Suður-Afríku Hann sagði the suppressor must be helped to stop suppressing eða eitthvað slíkt. Ég var örugglega að fara illa með kvóti en það þarf að hjálpa þeim sem að kúar hannum í sjálfu sér til þess að losna undan sinni eigin kúun eiginlega. Þetta er náttúrulega algjört öfugmæli þverstæða, en þetta samt sem áður sagt og við sjáum þetta bara í
ef við tökum þetta bara yfir í sko bara ofbeldissamband, þú veist, hérna alveg sama hvað það hvort sem það inn á heimili eða hérna í kynferðisofbeldi eða hvað sem sko, að gerandinn alltaf veikur, hann alltaf illa þjakaður af einhverju og það þarf að hjálpa alltaf ekki betra með því að hérna láta undan löngu sinni til kúnar og hann þarf hjálp til að komast út úr því sko. og við erum auðvitað að bregðast þar alveg hægri vinstri eins og við tökum hann bara og setjum hann í fangelsi og hann verður bara verri sko, oftast en þetta rosa kjarnin í því sem að þarf að gera til að díla við svona vandamál. Já, þetta nefnilega akkurat svo upplifun sem að ég hef á þessu samfélagi hérna, það að við hvíti meirihlutin, við erum bara veik hvað þetta snertir. Að við bara tæklum ekki það að taka á móti fólki annars staðar frá á mannsamhendi og bara uppbyggilegan og fallegan hátt sko. Já. Og veik á þá svona hversdagslegan hátt með við söguna eins og þú vísar í kvennabarátuna. Við erum kannski á sömu stöðu og svona bara illa leiknar karlrembur 1965 eða svo. Já, í þessu máli. Já, ég minna það bara hræddum eigin hag og að missa spónur að skjókar alltaf sko. Og svo held ég líka sko að það sé sko ég held að sé mjög flókið að fyrir einstakling að ég myndi ykkur ef að þið myndu bara þurfa að rífa allt upp með rótum og flytjast til Afganistan. Ég meina það væri mjög flókið fyrir ykkur og fyrir okkur og fyrir mig. Það sé mjög flókið að flytja svona milli menningar heima og milli landa og tala nú ekki að það gert í neyð en alveg sama hverja forsendunir fyrir því þá það bara flókið að koma inn í samfélag sem allt öðru sér heldur en sem þá þekkir og auðvitað eru árekstar en ég held að sé líka mjög flókið að taka á móti og það þarf að vanda sig við það og það ekkert einfalt að gera það og ég held að við tókum á móti 5.000 Úkraínubúum bara á 2 mánuðum eða ári eða hvað það var og það bara, og þar var svona rosalega sko, það var aðgerð sem var skipulögð á einhverju leveli. Já, ekki mjög djúpt. Nei, en það var samt eitthvað. Það var verið að redda fólki í húsnæði, það fekk kennitölur, það gat farið að vinna og það var búið til pláss í skólum fyrir það. Þannig að hér var eitthvað gert sko. Nei, það var ekkert dýp. Svo var svona ákveð samfélag sem tók líka við þessu, það var mikil það var mikil velvilji með húsgögn og heimilistæki og það var rekin hér eiginlega á svona næstu enga bara svona móttökumiðstöð eða svona félagsmiðstöð þess að fólk átt komið, þannig að samfélagið var mjög virt allavega mjög framanaf. Já, og þetta skilur þarna var, og það, eins og segir, grund, það var ekkert hugsað, það var bara verið að hugsa rétt svona viku fram í tíman. Fyrir þessa 5.000 til dæmis. Nei, það var bara verið að hugsa kannski rétt viku eða mánuð fram í tíman og svo framvegis sko, og fólk fekk kennitölu í 1 ár og eitthvað svona og bla bla bla, svo veit ég ekkert hvað gerðist með það, en þarna var allavega, það sem var gert var vel gert sko. En svona í stóru myndinni þá erum við að díla við vandamál sem virðist ekkert og talandi eftir gerfin. Það virðist ekkert óalega mikið vera svona hugsað, ok, hvað að fara að gerast í þessum, í þessum málum, svona þegar að framlíða stundir. Eitt af því að við erum að tala um erfiðleika fólksins sem að hingað kemur, að það kemur með svona farangur. Mér finnst það líka að vera eitt af því sem að mér stóru meira ábyrjandi í umræðinni. Það einhvern veginn, þetta kemur fólk frá stríðsjáð, fólk með svo rosalega vandamál og svona eins og við eigum ekki að koma nálægt í. Því að þetta fólk kemur bara með svo mikil vandamál með sér. Og í gær var ég að tala við hann Kusai O'Day sem íslenskur palestínskur aktivisti og hann var að fagna hér vopnahlénu, stórkostlegum sigri palestínumanna sem að unnu þetta brjálæðslega her og öflugustu ríki heims bara með því að vera og ekki að fara og ekki að víkja og mikill fögnuður. En ég var að spyrja hann þetta því að það fylgir oft að við bara ég vissum að þið hafi heyrt þetta líka svona, svo að við ættum bara ekki að taka á móti þessu fólki, við getum tekið móti þessu fólki, en þetta fólk það bara fylgir allt og mikill vandi með.
sú afstaða færist náttúrulega yfir á alla bara sem líta öðru sér út. Ungar konur með slæður og brúna drengi og allt í henni þarna, ég ekkert að mér hérna, ég bara hvítur en þarna eitthvað vandamálabóki. Jú, auðvitað. Það þessi öðrun bara, jaðarsett fólk öðruvísi og því fylgja vandamál sem að ég skil ekki. Ég hins vegar með fullt af vandamálum, sko. En að því að þetta eru universal vandamálin okkar, þá erum við ekkert að vesenast með það. Við kunnum bara lausnir á þeim eða þykjumst kunna lausnir á þeim. Svo kemur bara eitthvað öðru sér vandamál og við viljum ekki díla við það, sko. Það náttúrulega bara, þetta náttúrulega allt voðalega mannlegt bara, þú veist. Þetta svona bara, við gerum svona hluti bara, þetta bara fólk fólk og bla 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 og allt það og ég ekkert að búa til hennar afsakanir, þetta bara, þú veist, þetta bara gangur sögunar. En við getum alltaf gert betur og við viljum gera betur. En svo held ég líka að þetta sé notað sko í akkurat þessum tilgangi að tala niður af því að ég menna það það örugglega fullt af fólki sem kemur hérna með stóran bakpoka sko, sneiðsafullan af alls konar vandamálum eða málum sem þarf að tækla úr. Og en enga síður sko, þú veist, líka örugglega fullt af fólki sem kemur hérna sem bara lappar inn í samfélagið og fungerandi. Að sjálfsögðu. Og fullt af fólki sem kemur alltaf líka sem bara með mjög mikla hæfileika. Og þó svo að fólk geti verið með tráma vegna stríða og annað skilur þá geta það verið mjög færi skurðlæknar eða hvað sem skilur og þetta auður líka sko. Þetta auðæfi sko. Já, og það held ég að sko sé alveg eigin skissa í samfélaginu að við lítum aldrei á þetta sem auðæfi. Þú veist, alltaf sem kostnað. Alltaf sem kostnað og alltaf eitthvað neikvæð nálgun á sem sagt, fólk sem kemur hingað til landsins og Ég pröfaði eins og að reikna þetta í fjár hvað Íslands samfélag greiddi mikla peninga á því að fullorðin einstaklingur eftir skólamenntun og fleira kæmi hingað. Flestir að koma svona kannski 25, 32 eitthvað svona þeim aldri sem að koma hérna fyrst. Þá var það, ég held þetta að verið fyrir svona 3 ár, þá var það 84 milljónir. Ég var að stinga upp á því að við myndum skjóta upp rakettu í hver skipti sem einhver kæminga það því að við höfum að græða svo mikið. Það myndi kannski endurnýja þessa útreikninga eitthvað. En þetta finnst mér svolítið að þetta eiginlega aldrei á borðunni. Það alltaf verið að horfa á eitthvað svona kostnað við og þá kannski einhver öfgafull dæmi eins og eitthvað sko ofbeldismenn sem í fangelsum og taka upp nöfn einhverja fyrrverandi forseta og fleira sem látið vera líta út yfir hinn og svo þetta sem ég var að reyna að koma að núna sem að ekkert var sagt við mig við töluðum illum fólk undir því yfirvarpi að okkur þetta væntu það og þá var það að stundum þegar að vera að tala svona alla erfiðleikana sem að fólk hefur gengið gegnum þá erum við kannski í reynd að tala fólki niður og tala illum það undir því yfirskinni að við höfum fullan skilning á öllu því sem hefur á reynd en svo niðurstaðan kannski svo að þetta sé eiginlega bara ónýtt fólk og sé ekki geti aldrei gefið okkur eitthvað gott inn í samfélagið sko. Nei og svo finnst mér eins og til dæmis með Venezuela búana sem komu ég veit ekki hvort þessi ennþá að koma hingað að þú veist hvað var ekki 85% atvinnuþátttaka hjá þessu fólki komandi úr þessu skelfilega landi Það sem okkur sagt það eftir að koma í ljós hvort að það verði sendt aftur og það sama með Úkraínufólkið en það fekk tímabundið þannig það eftir að koma í ljós hvað stjórnvöld gera svo við það fólk að má vel vera við sem að fara að horfa á endurflutninga á fólki sem kannski búið að búa hér í 4-5 ár en talandi kostnað sko ég myndist á þetta í beinu framaldi að kostnaðnum það náttúrulega ekki kostnaðar að þessu fólki sem að lappar hér inn í vinnu og Nei, og það ekkert sem sýnir fram á það er bara til heilu bókasöfnina rannsóknir sem sýna fram á það er alltaf hagur, peningalegur hagur bara endalaus hagur samfélagsins á að taka móti fólki en það bara skiptir ekki máli á móti hinu sem eitthvað mér bara finnst ég vil ekki láta af forréttindastöðu minni ég vil ekki bara virðingu fyrir öllum því ég vil ekki vera ég vil vera efst á hrugnum og galaðar. Já, þetta sýnir þetta er í Bandaríkjunum líka, þú veist, Bandaríkjunum er náttúrulega bara innflytjenda samfélag sko og það er alveg sama hvað öll tölfræði sýnir þetta alltaf sko. Þá er bara þú veist er ákveðin hópur stjórnmálafólks sem að manipulera bara sannleikann þannig að
fólk kaupir það sko, að þetta sé þú veist eins og skopmyndin af auðjöfrunum með allar kökurnar og ein kaka eftir og verkamaðurinn og innflytjandinn og eða slást um það. Já, eða slást um þessu einu kökur. Og verkamaðurinn að trúa því að þessi innflytjandi sem að tala kökurnar. Já. Þetta er náttúrulega bara gömul saga sko. Herðu, Tryggvi og Snorri, kæri þakki fyrir að koma hingað. Við ætlum að ræða aðeins meira kynþáttafordóma og rasisma á svona næstu vikum, fá fólk sem að hefur þekkingu á málinu, rannsakað að skoða það, en líka fólk sem hefur reynslu. Og ég þakka við kærlega fyrir að koma hingað og kveikja upp í þessu umræðu. Takk sem þess. Takk fyrir. En Rauðaborðið heldur áfram, hér eftir örstutt hlé er næsti kafli. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, ég var að labba Facebook daginn eins og maður gerir. Maður labbar bæinn og Facebook og maður lifir í þessu tveimur heimum og kannski fleiri heimum, draumaheimum og eitthvað fleiri. En þá rakst ég á viðburð sem heitir Lífskviða 2025 og mun eiga sér stað á Akureyri á laugardaginn næsta. Og ég vissi ekki alveg hvað það var og kíkti inn á viðburðinn og þá var þessi texti, það byrjaði þannig sko, labbaði út með dauðadóm á bakinu síðasta þriðjudag, er búinn að fá niðurstöður varðandi krabbann. Örið á vélindanu hefur búið til svo mikið mein á lifrinni að þeir segja að þetta ekki meðferðartækt. Vikur, mögulega mánuður eftir. Í þessari tímalínu. En þetta gerist allt of snemma í sögunni og ég veit að það er leið út úr þessu rugli. En þar til kraftaverki gerist erum við nú á Akureyri að skipuleggja nokkurs konar lífskviðu. Kviðu lífsins með ljóðaupplesturum, tónlist, tölum, myndlist og fleiru. Það verið gaman að sjá ykkur frábæra fólk á laugardaginn 25. janúar á götu Sólarinnar nr. 6. Þetta er langleiðina út í Kjarnaskó en nóga fólki á bílum, reddast allt og svo heldur þetta áfram í svona venjulegri takti með að viðburði á Facebook og þetta mér finnst þetta svo sérstakt. Að ég ákvað að slá á þráðinn norður til Akureyrar þar sem að Ásgeir H. Ingólfsson sem að skrifaði þennan texta er staddur, fluttur heim til mömmu sinnar. Ásgeir, hvað þetta er þetta er sérstakt og þetta er ekki alveg svona eðlilegt, það er ekki allir sem að fá þessar fréttir sem að bregðast við með þessum hætti að efna til menningaviðburðar. Má ég svona spyrja hvað segðu mig frá þessu þess? Já, það sem gerist náttúrulega er bara svona bara rétt til að kannski verið sem að þá svo koma kaldir inn, þá svo sem bara var ég ég svona bý í Prag og Akureyri og Reykjavík svona og það er sem menningablaðamaður og ljóðskáld og textagerðarmaður ýmislegt sko og lífið bara svona var í þeim takti þangað til að ég labbaði inn að ég hélt bara með Rákur Riðbinn á spítur í Prag og það kom í ljós að Riðbinnin voru nú svona nokknir orðið góð en það var eitthvað meira annað sem að reyndifjörðkrabbi og síðan eftir svona bara frekar en að svo neyr þá eitthvað aðeins í Prag og svo ákvaðum bara að fara heim. Það er óþægild að vera á sjúkrahúsi í Prag þar sem að hjúkrunar tala við lítlensku orðnar sko. Að þá sem sagt ég er búinn að vera á spítala heima í ykkur tíma og svona og svona flutt þessa milli hjá móður minni og maður náttúrulega bara búast við svona hvað skal segja, eitthvað svona passlu að þetta er eitthvað lífið meðferð sem að tækja árið og svo bara myndum að vonandi geta haldið áfram og síðan svona voru fréttina verið þannig á einhvern tíma þannig fyrir viku 10 dögum hvað það er
Og það má alveg segja að tvennt hafi sko, þessi viðburður byrja nú bara sem einhver hugdett og ég var að reyna áttam eftir á hvernig það var svona stóla þínu sko. Þannig að þá var það kannski einhvern veginn, þú veist, þegar maður fyrst búin að fyrir eftir þá bara, heyrðu, gerum þetta og svo bara gerum alltaf eitthvað skemmtilegt úr því og svona, síðan eiginlega þegar að sko þá komin einhver alvar í þannig viðburð sem slíkan sko, þá var ég nú eiginlega fann að bakka með það trú öllum Vesturfréttunum og var alveg komin í og er í sko þeim gýra það sé nú alveg hægt að gera eitthvað en þú veist, það er náttúrulega bara eitthvað ég er náttúrulega kolfjall í líffræði gamla dag þannig að það er kannski, það er viðtal fyrir einhvern annan sko, þannig séð svona krabbamins dítilnir, þannig séð en Þannig að skiljið þið rétt að viðburðurinn er að einhver leiti til þess að fagna lífinu sem að þú ert kannski að kveðja en að einhver leiti er svona trú á það að viðburðurinn getur jafnvel búið til eitthvað svona kraftaverk að þó að kannski sé hægt að sjá fram í tíman eitthvað sem að gerast að þá er alltaf möguleiki á einhverju fráviki það fer ekki allt eins og það á að gera Ég myndi segja að það sé alveg hlutaði og ég man til að nafni sko, þú veist, mann það bara hugsa þú veist, þetta sem nafn, sko, þú veist líkvöggur og ég að fara á stað, sko og ég vildi finna eitthvað svona góðan kontrapunkt og uppalega var það nú eitthvað lífsvaka eða eitthvað svo bara sátum við nokkur og starri vinnum minn stakku upp á kviður sem okkur fannst bara miklu betra. Lífskviða var fallegt orð, sko. En kannski ef ég fer aðeins í, sko, það er svona einhver hugmyndafræði bakveða sem er, sko, kannski þáttið mikilvægara heldur en bara þessi gjörningur, sko. Annars er það auðvitað, það er að svona hóa fólki saman og það er í raunin út af því að þú veist kannski þessir bara ég ætla að búi víða og unni víða og mér er bara svona pínu gaman að sko sjá heimann að mætast það er þetta ykkur af vinum og kunningum sem að þekkist ekkert og það var alltaf að segja sögur að þeir tengi ekki sko en leið líka gelast að sko það er gamli vinnarhópar sem hafa pínu bara tvistrast og allt í að hittast núna sko en ég fyrir svona í aðal kannski filosófíuna samt er eiginlega að sko við getum náttúrulega öll lent í þessu að vera skemmtilega bara allavega helviti nálægt augunum hvort við séum staðanum ekki og þegar það gerist og við þurfum svona að fara að taka til og allt það að þá er svona einu vestruna heimi venjan að auðvitað koma saman og syrgja og allt þetta sko en síðan þetta praktíska er rosalega peningamundið og eignarbundið að það er bara ellarskráin og og það er svo sem fínt fyrir þá sem hafa átt góð og gjöful ævi og klára allt sem þeir ættu að gera og eiga nóg af eignum og fjármunum til þess að láta börn eða aðra arfingja fá. En síðan erum við rosalega mörg sem erum kannski ekki neitt. En ég held að séu raunin mjög fá sem ekki neitt. Ég held að við séu rosalega mörg sem eigum eitthvað sem að sko er ekki farvegir til þegar við erum farin. Bara, þú veist, tölvar okkar. Að það getur verið hellingur af textum eða lögum eða myndum eða vídeóum eða, þú veist, uppskriftum af taxívarningi eða hvað sem skilurðu. Bara hvað sem þínir hæfileikar og ámáleikja sko og þetta er allt sko bursið frá því þú veist hvort að þetta er einhverjum gróðu og það sko
að það er svo blóðugt að þetta hverfi bara. Án þess að bara út af þetta er lastan inni. Þannig að það sem ég hef ekki verið að gera hér rauninni samhliða hreinlega að bara að fá sko bara að finna meðal vinna á kunningja og bara fólk sé þekki svona hálfgerða sko ljósmæður og ljósfeður fyrir sko ljóður mín, fyrir textana mína, fyrir myndina mínar, fyrir vídeóið mín. Þannig að þau geti svona gramsað í þessu, vita hvað það snýst, geta, þú veist, ef þetta er nógu gott, búið þetta til útgáfu, jafnvel haldið áfram, fundið bara eitthvað, þú veist, ég finnst bara mjög fallegt ef að, þú veist, einhver skáldsaga sem ég er búin að skrifa fyrstu 5 síðanir í að það kom bara einhver frábær höfundur og skrifi hinnar 195 skilur við. Þannig að þú ert að skrá saman eða svona eins og fólk gerir með veraldra eignir þar sem að ríður og mögulur fær granda að skrá saman svona, já, hvað er þetta? Andlega lífið þitt, innra lífið, þáttaka þín í menningunni, félagslega allt þetta og allt þetta og allt minn list og allt sko og ég meina auðvitað hellingur að segja bara sem að fer á haugana skilur en það er bara fínt að sé eitthvað sem geti gramsa í þessu og gert eitthvað með það sko. Og svipað er líklega í veraldlegu hlutunum það er ýmislegt dót í geymslunni sem að kannski engi vill eiga. Já, nákvæmlega. En það er svona, veistu hvað þetta gerir vel stól, þú veist. Þú sér stól, þú veist hvernig hann virkar. Kannski er hann nógu fattur, kannski ekki. En ef þú sérð eitthvað myndasafn og svona, þú veist ekki hvað þetta er og þú veist, þannig að það sem ég bara svona fyndist fallegt væri að það verður svona einhvern veginn til já, ég meina, hvernig sem þetta endar hjá mér að þetta verður bara eitthvað svona og auðvitað hefur eitthvað gert þetta út í heimi skilur, ég veit það alveg að þetta verður bara eitthvað svona sem teljist eðlilegt að gera að Ásgeir, hvað er þetta gamall? Ég er 48 núna. Já. Þú hlýtur að vera að horfa svolítið yfir lífið og eins og þú lýsir þessu þá er þú ekki þeir sem eru að sækjast eftir einhverjum veraldlegum auð og svona þannig að uppgjöru þitt er ekki þú átt 75 milljónir í eignir og svo áttu skuldur upp 21 eitthvað svoleiðis en þú ert að fara yfir svona mann sem að hefur svona sóst eftir því að eiga ríkt innra líf og eitthvað fleira og ert að gera svona eitthvað svona úttekt á því til hvers var lifað, eða ekki? Jú, ég kannski myndi segja að þú veist að auðvitað vilja alveg hellinga orðum í viðbót en ef ég fæði ekki þá finnst mér kannski ég skal alveg bara veikulega við fannst kannski til lifað ef að þetta að það verður ekki eitthvað aðeins meira úr þessu sem er tölvið núna skilur við og ég man sko fyrst þegar ég heyrði á því krabbi að bara af einhverjum lækni í Bóhemíu að það var ekki sko það var með þú veist eitthvað svona stuðningsfulltrúa með sér svona ástæð sko og það hafði tilfinningur að þau byggust við þessu viðbröðum eitthvað svona þú veist bara dauðinn eitthvað svona það fyrsta sem ég hugsaði var hreinlega allt ókláraða allt sé átt óklárað og hvort ég geti klárað það á eitthvað þátt eða ekki og og svo ef ég sleppi gegnum þetta þá er það náttúrulega ætla ég nú að vona að þetta kannski svona kennir mann eitthvað að vera svona pínu gætlas með að klára þú veist ég meina ég skal bara alveg að það er ég ætti að vera búin að klára miklu meira af þessu en ég hef gert sko ég skal vera alveg fullkomlega heilag með það. Þannig ef að þú áður hefði vitað að þetta þú gæti komist á þennan punkt að þá hefður reynt að klára meira og lifa meira í takt við það sem að við ættum öll að vita að við erum með lífið að láni? Já og nei, ég meina
Þetta eru sko vekjarklukkur sem ég þurfti kannski. Ég hef búin að fá hann áður og þarna sálfræðitími sem ég á eftir að fara í. Að sko þegar að pabbi dó 2019, það var svona kannski sem bara klassísk svona frestuð sorgarviðbrögð svona hálfári seinna. Þess að ég var rosalega svaf ekki neitt. Var rosalega skapandi en kannski skapandi ópraktískan hátt og þetta var alltaf láttir sko. Og ég man þá bara svona þetta eðlilega sorgarviðbrögð sko, sem gerði þetta aftur, ár eftir. Gerði þetta held ég 4-5 ára í röð. Og núna er það eiginlega að gerast í 5. að 7. sinn nema núna er þetta krabbi. Þannig að það er kannski eitthvað sko, einhver leiti líka með eitthvað að segja mann eitthvað sko. Sem ég held að sé bara hreinlega að þú veist, fórna meira, skapa meira sko. Þú veist, maður er alltaf að reyna, en þú bara, þið vitið hvernig það hark að maður alltaf bara festist í alls konar síðan ryksuðubakling og svona þegar maður ætti að vera skrifa skáldsögur. Já, við erum ekki alveg frjáls. Það er þannig. En þú kannast við það að það er oft sagt að frammi fyrir dauðunum að þá sér fólk ekki eftir einhverju sem það hefur gert, heldur frekar því sem það hefði átt að gera. Já, algjörlega. Ég held að ef ég myndi vanda mig gæti ég séð eftir einhverju sem ég hef gert, en hitt yrði miklu liti. Má ég spyrja það því að þú ekur þér svolítið svona til, ertu þjáður eða ertu kannski blanda saman sársauki og kannski afleiðingar af lyfjunum sem þú á? Ég er ekki svo þjáður, aðeins núna sem sagt sársauki sem hefur eiginlega verið svona eins og kúla með stór og stundum nú svona hálfgerð kippir. Síðan í rauninni sko hjúkkan, hefur búin að vera að tapa vikunarsspítala og hjúkkan skammaði mig fyrir að taka ekki nóg verkjalyf, þannig að ég er svona að reyna að bæta mig í því. En verkinir eru ekki, vandinn er eiginlega aðalega núna að bara svona kraftleysi í löppum. Ég kom með kraft til þess að sitja og vera þessi tölvuna og skrifa og svona sko og allt það, en eins og segi, mér hlakkar mikið til að geta ég skulle segja batinn þið virkilega komin vel á veg þegar ég fer að geta tekið einhver svona hálfkaraða labbitúra sko. Herðu, en þú sagðir okkur frá því að þú hefur haldið að vera með brákuð rifbein í Prag. Hvað langt síðan það var að þú hélst að meini þitt væri brákuð rifbein? Þegar þú áttar á því að það var sem sagt, já, ef ég gefið tímalínuna, ég fór í svo ferðalag, byrjar í byrjun nóvember. Þá myndi ég kannski segja að sko í nóvember hafi verið svona fyrstu, eftir að hyggja fyrstu kannski merkin, ég var aðeins listaleysari og ég var aðeins kraftminni, en ekki meir en svo að maður leit bara á sem einhverja ferðafréttur sko. Og svo það svona miðjan nóvember. Það er Tallinn í Íslandi og svona úti og ég að ganga niður stiga, en ég er komin bara í síðasta þrepið. Og ég detti einhvern veginn og venjulega myndi nú ekkert vera að bráka rifbein á svona falli, en ég datt rosalega einkennilega. Að í staðan fyrir að detta fram fyrir mig þá einhvern veginn fór ég einhvern skrýtna lúpu eða kúpu og einhvern veginn fór einhvern hring sem ég veit ekki hvernig orsakaði sko. Þetta náttúrulega bara hluta manni bara, þú veist, að þetta hefur verið bara pabbi gamli eða einhver góður íslenskur vættur að
snúið upp á með að koma mér að spjalla, sko. Þetta var í nóvember, upp á miðjum nóvember núna í fyrra? Já, og síðan ég sko ég fer ekki fyrir, ég ætla bara, þetta mikið ristur kapp bara að vera látur að fara á spítala og þú veist, þeir ekki fara á spítala í 10 ár, í 8 ár kannski. Og fyrst náttúrulega, það vikaður ekki heim og tekur við smá vinnutörn og allt það og síðan bara loksins fer ég á spítal og ég var nærrið því farin út af því að ég hafði glemt að setja mig í voltalinn sem var svona klífur aðeins og var samt ekki að finna neitt. Þannig að ég var bara, kannski ætti ég ekki að vera, þannig að kannski ég bara orðið góður, sko. Þannig sem betur verð satt í alleikur. En þegar þú ferð að vita þetta er krabbi, þá hefur þetta verið að grassera í þér lengi. Þú með þessi læknarnir að segja núna... Það er bara mjög erfitt að segja. Ég hef ekki fengið alveg skýrt svo eitthvað tíma, já, sko. Þetta er sem sagt, ég man ekki hvort það voru búin að... Þetta er sem sagt skrítið krabbaþýlun til að þetta er sem sagt þetta er í vélinda. Þau voru lengi sko að finna þetta, á tímabili heldur þetta að vera magakrabbi og svo framvegis. En það er sem sagt í vélindanu, neðst í vélindanu er eitthvað eitthvað sár. Og það myndar eitthvað sko, það má vel að segja sko vandinn er samt ekki beint þar, heldur er það að skapa þessi mennvörp á hvað heitir það? Lifrinni. Já, á lifrinni, já, ég veit. Og þar liggur í rauninni vandinn. Og hún er bara orðið allsett og staðan er kannski svo að þeir töluðum og það að sko ég væri og veikur til þess að fara í meðferðina. En það nú alveg orðar sko svona það stöðutjekka nú orðið kannski eins og hálfsviku gamalt sko. Og mér finnst ég nú orðin svona tölvöld hressari en þá. Þannig að ég svona vona til þess að ég svona vinna mig upp í það að eins og segi, bara með þeim fyrirvara, þú veist að ég heiti krabbameinslæknir á morgun og ég var tónsilíffræði og allt það sko. En þá svona held ég að staðan sé núna alltaf svo að ég þurfi hreinlega bara að verða ná þeim styrk að taka slaginn við fyrstu lyfjameðferðina. Og ef ég næ að komast í gegnum hana þá náttúrulega reikna ég allavega með alþjóðlegu landslagi hvert sem það verður. Og þá að krabbinn verði skorinn í burtu og þú jafnvel fá nýja lifur eða er það svona leiðin sem þetta gæti í besta falli farið? Nei, ég held að það sé nú ný lifur, það er eitthvað allt annað dæmi held ég sko. Annars konar dæmi. Hvort það verði skorið það getur vel verið en það þó miklu seinna held ég. Það allavega nokkrar lyfjameðferðir þar á milli og kannski bara lyfjameðferðir. En í viðburðinu það stendur að það verður opið hús milli klukkan 14 og 17 og þetta er í götu sólarinnar og það er byrjað á Spjalli. Það er rauninni sko opið hús sko 14 til 17 og það er bara svona meira bara svona chill og allt það sko og svo eru 2 tímar þarna sem fólk bara fer að bauta og fá sér að borða og svona eitthvað. En síðan svona eftir 19 þá kannski meiri dagskrá. Og þá verður svona... Hún að skýrast, það eru ljóð og tónlist og hvað sem... Já, það er bara mikið af listamönnum að koma, láta einhverju héðan, einhverju utan og einhverju Reykjavík og allt það. Og við samt hingað til ekkert vera öðru sérstaklega hverju og þetta á bara að vera svona bara allsýlegt og bara fólk kemur og grípur í og bara lesa eða teknar og hefur gaman sko.
eða syngur. Eða hvað sem hentar. Þetta áhugavert og ég hvet fólk til þess að kíkja á þennan viðburð sem allavega inn á Facebook og það má finna það bara á veggnum hjá Ásgeiri H. Ingólfssyni. Já. Það sérst á laugadaginn á Akureyri. Akkurat. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma hérna inn til okkar. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Óska þér allsins besta og góð spata. Já, takk fyrir. Takk kærlega. Takk. En Rauðaborð heldur hérna áfram. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og verið velkomin í eiginlega svona myndlistar og myndlist og pólitík spjall hérna við Rauðaborðið. Til minni komin Hlynur Hallsson, myndlistarmaður og sýningarstjóri. Sýningar sem opnar á laugadaginn og heitir Er þetta norðrið? Er þetta norður? Já, er þetta norður? Já. Einhvers dag sá ég nefnilega norðrið er þetta norður? Já. Og þarna eru bara listamenn, alveg margir listamenn frá svona þessum norðurslóðasvæðum. Getur aðeins bara sagt okkur fyrst hvaða svæði þetta eru? Já, þetta eru 8 listamenn frá norðurslóðum og hérna ásamt mér er hún Darja Sól Andrjús, sýningarstjóri þessari sýningu og það eru þarna 3 samar, Anders Sunna og Marja Helander og Anna Marit og svo grænlenski listamæðurinn Inutek Storch og Nikolas Galanín frá Alaska og Maureen frá Norður Kanada og svo það Gunnar Jónsson frá Ísafirði og Dunja Saka, hún frá Síberíu. Þannig að við ákveðum að velja sem sagt 8 listamenn saman sem að kæmu svona frá þessum norðurslóðum. Og já, þótti til dæmis mikilvægt að hafa listamann frá Síberíu með og það var auðvitað svona spurning, þú veist, getur maður gert það á þessum tímum en Dunja, hún býr ekki lengur í Síberíu, hún einn af auðvitað mjög mörgum listamennum sem hafa bara farið og en annars búa nefnilega allir listamennir ennþá á þessum slóðum. Og sýningin þetta eru bæði vídeóverk og ljósmyndaverk og málverk og skúlptúrar og ansi fjölbreytt og nokkur alveg splungu nýverk og nokkur eldri. Og við settum hana fyrst upp í listasafninu á Akureyri og hún semst núna í Norræna húsinu sem sagt og hún auðvitað allt öðruvísi í Norræna húsinu heldur hún var fyrir norðan. Já, þú varst forstöðumaður listasafn Akureyri í mörg ár. Akkurat. Og hefur nýlátið af störfum og þekkir þá kannski þetta svona þessa viðleitni til þess að koma einhverjum norðurslóðum og einhverjum jaðarsvæðum inn á kortið ekki? Já, algjörlega. Í menningunni svona. Jú, einmitt og ég meina þetta hafa einmitt verið algjör svona jaðarsvæði hingað til hins vegar, þú veist, bæði í heimsmálunum alltaf að verða svona meiri og meiri athygli á þessum svæðum, ekki bara af góðu, heldur það eru þetta svona margar ástæður fyrir því, þetta hlýnun jarðar, ein af því. En sem betur fer hefur svona rödd frumbyggja verið líka að fá svona meira vægi og líka til dæmis í myndlistinni. Inutek Storch var til dæmis fyrsti grænlendingurinn sem að fer á Feneyjar-tvíæringin og var fulltrúi Dana sem sagt þar. Og það náttúrulega, þú veist, Feneyjar-tvíæringurinn búin að vera meira en 100 ár en aldrei hefur verið grænlendingur þar og samarnir 2 Anders Sunna og Anna Marit voru fulltrúar sem sagt þar var bara í raun og veru fyrir 3 árum síðan var skandinaviska skálanum breytt í samíska skálan sem var mjög flott og dálítið svona dálítil yfirlýsing það að nú skildi áhersla á frumbyggja líka vera svona hafa meira vægi. En sko Íslendingar, við höfum verið að tala um það svolítið hérna núna í tengslu við Grænland og náttúrulega bara áhuga Trumps á Grænlandi og fleiri
að þetta allt í einu svona meira í miðju samræðunar. Sko, Íslendingar hafa ekki beint viljað svona skilgreina sig með þessum jaðarsvæðum eða þjóðum og ekki skilgreint sig og kom hérna allir sem ég átti við Sumarliða Ísleifsson og hann hefur skrifað það hvað Íslendingar reyndu lengi vel að skilgreina sig frá grænlendingum og kalla það skrælingja til þess að einhvern veginn að sjálfur að lenda ekki í þessum flokki sko en fannst þér svona, mann finnst nú Akureyri ekki beint vera jaðarsvæði og Ísafjörður en hvernig svona kemur Ísland inn í þetta eða hvernig skilgreinir þú það? Já sko Ísland náttúrulega, þú veist, svona landfræðilega séð það augljóslega á þessu svæði en hins vegar auðvitað það sem að sko við höfum ekki það sem að hinar þjóðurnar eru að við erum ekki frumbyggjar og það auðvitað svona breytir dálítið hérna miklu hérna í allri umræðunni og hvernig lítið á okkur. Ég var til dæmis á svona það var svona listahátíð í Yukon í Kanada fyrir 3 árum síðan minnum mig og þar var einmitt mikið verið að ræða þetta sko að því að þar náttúrulega þú veist mjög mikil áhersla lögð á frumbyggja list sem að hefur auðvitað þú veist auðvitað þróast auðvitað mjög mikið og orðið fyrir áhrifum frá hérna bara vestrænni menningu og svo framvegis sko en sko við Íslendingar sko já getum eiginlega ekki alveg sko tekið þátt í því að því að við erum ekki raunverulegir hérna frumbyggjar og höfum auðvitað allt aðra sögu heldur en hérna til dæmis Inúítar eða Samar eða hérna fólki í hérna norður Rússlandi eða í Síberíu sko og já, ég meina, en það þýðir það auðvitað ekki, þú veist að við getum ekki tekið þátt í og hérna stuttu þeirra hérna baráttu og það ættu við auðvitað að gera. En við erum alltaf gömul nýlenda samt, það ekki svona kannski það sem við erum þá sameigilegt? Jú, auðvitað. Þessa sögu sem að Danir hérna algjörlega. Og norðmenn, já. En við sluppum auðvitað sko miklu betur frá nýlendutímanum heldur en til dæmis grænlendingar og ég meina bara það sem að grænlendingar eru að upplifa ennþá í dag að það skuli ekki vera litið á þá eða hérna þú veist þetta með taka börn af foreldurum og allt þetta sko og það sama sko einmitt hjá hérna sömum sko að sko maður trúir því eiginlega ekki sko fyrir maður hérna fær bara að heyra sögurnar sjálfur sko hversu illa var farið með þetta fólk og það ekki hægt að líka því saman hvernig hérna Danir fóru með okkur og hérna að því að eins og þú nefndir það, ég meina það var bara litið á þetta sem annars flokks hérna fólk og einmitt bara kallaði skrælingjar og einhverjir hérna kannski svolítið eins og Palestínu fólk að upplifa núna sko. Já, akkurat, annars flokks þegnar í eigin landi sko, algjörlega. Þannig að það svona vakning virðist vera hjá ungu fólki líka og kannski sérstaklega listafólki eða hvað? Já, mér finnst það. Mér finnst svona mikil kraftur í hérna sko hérna þessu fólki og bara og líka sem betur fyrir orðin meiri áhugi á því að sjá hvað þau hafa fram að færa og mér finnst líka sko þú veist að hvernig þau vinna með sína arfleifð bara mjög spennandi og hérna þú veist og maður sér það í mörgum verkum listamanna sem taka þátt í þessari sýningu sko að hérna að þau hafa virkilega eitthvað fram að færa, þau eru gagnrýnin og hérna en síðan það líka bara þessi ljóðræna og þetta víðerni og allt það sko sem að kemur líka inn og hérna og við þekkjum Íslendingar svolítið kannski þessa rödd til dæmis saman í gegnum þýðingar Einars Braga gaf, og grænlensk ljóð gaf hann líka út þýðingar. Akkurat. Það alveg svona einstaklega eftirminnilegur tónn. Já, sko, og mjög sérstakur. Sem að einmitt hefur ekki, það svona stutt síðan ég las þessar þýðingar Einars Braga og mér átti að merkild hvað þetta var ennþá svona talaði til mann sem eitthvað nýstárlegt. Einmitt. Já, og ég heldur við ættum að veita þessu miklu meiri athygli heldur við höfum gert og hérna sem margt hægt að uppgöta þarna ennþá og líka auðvitað það sem bara verið að gera í dag sem að því að þetta mun taka langan tíma að vinna úr þessari hérna reynslu og baráttan ennþá í gangi til dæmis eins og bara í Noregi fyrir hérna löndum sama þar sem að hérna þau hafa unnið dómsmál gegn hérna norska ríkinu en samt verið að valta yfir þau áfram sko sem að eru þetta alveg. Og sama líka verið í farabrót það ekki gegn vindmyllugörðum? Jú, og áform þannig að náttúruverndin fer inn í eiginlega virðinguna gagnvart þjóðinni svona? Já, algjörlega og það þetta svona
annar þáttur sem að skipta mjög miklu máli í þessu sko. En er það svo að þessi andstaða eða svona andóf þessara frumbyggja eins og þú segir, frumbyggja, fer hún mikið fram í gegnum list, sko, í gegnum myndlist og ritlist eða svoleiðis og kvikmyndagerðarlist kannski, eða leiklist, mann heyrði sko mjög sterka hópa hérna, þær komu hérna, voru að tala um þessa leiklistarhópa í Grænlandi sem að Já, ég held sko bara, þú veist, að því að það hefur einmitt sko til þess að öðlast aftur svona sjálfsvirðingu og þá held ég að sko að listin sé einmitt sko svona þáttur í því að efla bara bara sjálfsvitund og hvernig þau upplifa sig og að þau eigi eitthvað sameiginlegt líka þá með hinum þjóðunum og aukvist náttúrulega myndlistin líka og listin yfirleitt bara svona gaggrínið afl sem að oft hlustað á annan hátt heldur en bara pólitíkin. En þú sagði mér að það hefði stundum verið svona einmitt, það hefur svolítið ekkert alveg augljóst fyrir eins og til dæmis Sama að taka þátt í samnorrænum verkefnum og svoleiðis. Nei, og maður skilur það líka alveg, þú veist að því að sko Norðurlanda þjóðurnar hafa snúist allt annað, þá hefur sko einmitt sömum verið haldið alltið á jaðrinum og mann finnst að það jafnvel verið að gera það ennþá sko að með því að Grænlendingar fá ekki fulla aðild að Norðurlandaráði og Samar hafa þetta verið mjög gagnrýnir á þetta sko, akkur við allt í að fara að taka þátt í þessu núna þegar það hendar ykkur sko. Já, og svona eins og þegar verið eitthvað skraut svona, að því það tísku að hafa smá jaðar inn í. Já, og einhver svona syndaflaust sko fyrir því hvernig hafi verið farið með fólkið sko. Það er ekki upplifun á ykkar sýningu? Nei, það vona ég ekki sko en maður finnur það alveg að listamennir eru alveg, þú veist, á varðbergi og þau eru alveg svona gaggrínin en ég skil það bara mjög vel, það er bara mjög eðlilegt og bara áhugavert. Og þú ert núna ekki lengur listasafnstjóri, þannig að allar snú er það aftur á því að vera myndlistamæður? Já, einmitt, nú hef ég meiri tíma til að vinna í því og síðan svona eitthvað að sýningastýra eitthvað svona aðeins. Og þú náttúrulega hefur verið líka, verið útgefandi líka og verið svona, má segja, gagnrýnin myndlistamæður eða svoleiðis er ekki, og náttúrulega skrifað. Jú, einmitt, og bara. Þannig að það eru nýjir spennandi tímar. Heldur betur, bara, það er. Við höfum stuttan tíma núna því þú ert að klára að setja upp sýninguna sem opnar á klukkan hvaða? Hún opnar klukkan 3 á laugardaginn, þá er bara allir velkomnir. Í Norræna húsinu? Já. Og við kannski kíkjum á sýninguna. Takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Og við endum rauðaborðið í kvöld á þessari samræði við Hlyn Hallsson jaðarsvæðin. Við minnum á að við erum hálfgert jaðarsvæði hérna þessi fjölmiðill, þar að segja við erum utan meginströms og þurfum það á ykkar hjálp að halda við að læka efnið okkar og jáfnvel deila því og segja frá. Það eru margir sem hafa aldrei heyrt minnst á samstöðuna og við erum í útvarpinu á rás 89,1 þannig að það er gott að hlusta stundum í bílnum og svo erum við á rás 5 í sjónvarpi Símas, öllum helstu svona hlaðvarpsveitum, YouTube, þannig oft bara gott að finna þættina á YouTube og hérna sitja inn samstöðin og svo erum við með síðuna samstöðin.is þar sem svona allar helstu klippurnar eru af þáttunum. Það er líka takki sem heitir áskrift og við bendum á að samstöðin er í eigu hlustenda og áhorfenda þannig ef að þið vilji gerast hluta að eigendur og styrkja okkur þá er alveg upplagt að íta á þennan hnapp þarna og hérna leggja svo litið til mánaðarlega. Ég held að lágmarkið sé 2500 en það má líka borga meira eftir getu og vilja. En það er búið að vera lífleg samræði hérna við borðið í kvöld og við höldum áfram á morgun, hittust hérna annað kvöld, kæra þakkir fyrir að vera með okkur, Laufey Líndal Ólafsdóttir, tækni kona, við þakkum henni fyrir að gera þetta allt mögulegt og varpa samræðinni yfir til ykkar og ykkur þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur og breyta þessu spjalli okkar í fjölmiðil og í lýðræði vonum við. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
sláist í hópinn